Eygló Guðmundsdóttir, vertu velkomin til minni spjallið. Takk fyrir. Kærlega velkomin. Þú veit þú ert komin langa leið. Svolítið. Ég hafði samband við þig og baði þig að koma í spjall þar sem að ég rakst á verkefnið þitt inn á Karolínafönd sem að sem sagt bókin sem að heitir Bréf til Benjamin Nökkvi Björnsson sonuðinn sem að lést mjög ungur, 12 ára gamall fyrir tæpum 9 ára síðan. Og Tæplega 10 ára síðan. Tæplega 10 ára síðan, já, 2015 einmitt. Og þetta lýsingin á bókinni og kaflarnir sem þú ert með þar til sýnis eru óbúslega, já, þetta er sterk lesning, en það rosaleg saga sem að þú segir hérna. Ég meina, þú ert að lýsa sambandi þínu við son þinn sem að var langveikur og lýsa honum, þessum einstaka dreng sem að þarf að kveðja allt og snemma. En þetta snertir taugar margra og öll við sem eigum börn náttúrulega bara þetta er svakaleg lesning. Og svo ertu líka sálfræðingur og tekur svolítið svona, þú fjallað í rannsóknum og svona þessi áhrif sem það hefur á foreldra að börn að greinist með svona alvarlega sjúkdóma. Já. Þannig að við höfum doktorsnám 2007 í Svíþjóð. Eftir að Benjamin greindist aftur í raunum 2005. Það ákveði að gera stóra rannsókn. Og einmitt á hugum foreldrum krabbameinssjúkra barna, gera það. Stóra og mikilvæga rannsókn. Já. En já, eins og ég segi, við höfum augljóslega nóg að tala. En mér langar til að byrja bara, sko, þið hjónin þáverandi eignuðust 3 börn og Benjamin þar yngstur. Já. Segðu okkur frá börnunum öllum 3. Byrjum bara þar. Já, ég meina, þú veist, börnum mér frábær. Það finnst öllum. Nei, sko, við höfum einn stórstrákar okkar Nikulás, hann fæddur 98 og svo kemur Hrafnhildur mín, skottan okkar, hún fædd 2001 og svo kemur Benjamin í raun og veru bara rétt 2 árum seinna 2003. Já, þannig að Nikulás 5 árum eldri en Benjamin og systir hans 2 árum eldri en hann. Já, þannig að það auðvitað bara, þú veist, við erum komið þarna með, þú veist, 3 börn og innan 5 árum og það sem að kannski verður þarna í raun og veru að þú veist, ég þá nýbúin að ljúka kantsugnáminu og þegar ég verið ófríska Benjamin. Þannig að ég var búin að vinna sem á greiningastöð ríkisins bara í hálft ár og svo bara voru við þessu bara smábarni uppeldi og kaupa í mitt eitthvað raðhús eða parhús eitthvað sem var og svo bara í raun og veru erum við á þessum bara ágæti stað og Benjamin kemur í heiminn og bara allt ágætt og en svo og ég í þarna sama tíma í hugrannáminu svona aukanámi í sálfræði og einmitt að fer með Benjamin með mér, svona ekta íslensk mamma eitthvað, fyrir með barnið með mér eitthvað svona helgarkúrs eitthvað og það situr alltaf í mér, ekki á slæman hátt sko en það var samnemandi mín sem sagði mér bara rosalega þetta rólegt barn og Benjamin sko og ég eitthvað en svona 2 dögum, síðustu 2 dagana áður en greinist að þá sé ég að hann svona fölur og eitthvað listalítill en við vorum undirbúið afmælið Nikulás 5 ára afmælið þarna eitthvað laugardeginum eitthvað bara, ég held við erum 16, 17, 5 ára gutta heima hjá okkur alveg út allt hús alveg bara rosa mikið fjör og þegar sko, þú veist, mamma mér bjó út á landi þá, hún hjúkrunarfræðingur og hún var eitthvað ráðstöfni í bænum eitthvað svoleiðis Reykjavík og hún fer eitthvað og skiptir á Benjamin og fer með hann upp eitthvað og ég kem síðan upp og ég var eitthvað búin að segja mömmu, sérðu ekki hann pínu svona gul, hvítan svolítið gul og hún eitthvað en svo var hann að skipta á hann og ég eitthvað komin og ég sé að hún að gera eitthvað svona athuga svona staminu hjá hann og svo kík ég upp bleiuna, þá bara hæðurnar bara svona leirgráar og ég eitthvað bara, þetta eitthvað skrítið. Og þarna hann 9 vikna. Þarna hann 9 vikna. Og svo bara klárast þetta afmæli og ég eitthvað, þú veist, eitthvað svona, eitthvað iffi með þetta og segja mömmu bara, ég ætla að hringja upp á barnaspítala. Og hef aldrei, þú veist, farið þangað áður. Ég bara, þú veist, það bara mjög heppin með börnum mín heilsuna. En
það svona verður að ég hringi og eitthvað útskýri eitthvað, bara hann sé eitthvað slappur og með þess að hægði svona skrýtnar og mér er bara sagt að ég geti komið þessna daginn eftir, ég var velkomin að koma kvöldið og við fórum, ég og mamma og og fyrrandi maður minn, hann var heima að hugsa krakkana bara og og við tók bara nýtt líf sko og þannig að En þegar þú lítið tilbaka einmitt þegar að þessi samnemandi en hann að segja voru rosalega rólegt barn, var Benjamin þá heldur svona rólegri heldur en eldri krakkarnir þessar fyrstu 9 vikur eða? hann var bara, þú veist, alltaf frá fæðingu, bara mjög svona einhvern veginn eitthvað ótrúlega senabarn eitthvað, þú veist, eina sem var að hann svona skringilega svona við líkansklukku, hann svaf, þú veist, eitthvað svona pínu á daginn og svo ekkert á nóttin eitthvað svona, en ég meni, hann var bara alltaf rólegur, einhvern veginn alltaf rólegur og það fylgdi honum alla tíð, sko. En heldur hann hafi verið lasinn frá fæðingu eða? Nei, sko, það er rosa erfitt að vita vegna þess að sko krabbamein sem hann greinist með heitir infant ALL og ALL er sem sagt acute lymphoblastic leukemia, sem sagt ákveðin tegund á hvítblæði og er sú sem er algengast í börnum og og mjög góð lækning í raun og veru, cirka í dag ætlaðs ekki milli 85 og 90%. Ef þú greinist svona svo kallum píkaldri milli 2 og 8 ára, hins vegar þegar þú greinist undir 12 mánaða, þá er þetta allt annað sjúkdómur. Já, og barnið miklu meira veikburða. Það er ekki nema sko, Benjamin var 3. barnið á 20 árum sem greindist með infant ALL og það er yfirleitt svona statistíkin er þannig að það er cirka 1 barn á Íslandi á 15-20 ár fresti. Það er það sjaldgæft sko og þannig er sama statistík út allan heim og þannig að þessi börn þau veikjast sem sagt undir 1 árs, Benjamin er 9 vikna, þetta er rosalega aggressív sjúkdómur þannig að það er, þú veist, þannig að það er ólíklegt að sko hann var ekki veikur frá upphafi, þetta er þannig að það sem við sjáum, sem ég lærði auðvitað síðan með tímanum að fá vita eitthvað svona hvít blóðkorn, eitthvað svona, sagði mér ekkert, eitthvað svona hann með 250.000 hvítum, ég er bara eitthvað, ég veit ekki eins og hvað normgildi er, það er svona cirka milli 5 og 12.000. Á viku var hann komin í, held ég, kringu 400.000, þannig að þessi sjúkdómur er þannig að þessi börn deyja yfirleitt mjög bara hratt sko. Það er erfitt að þetta er bara eins og maður ímyndið sig svona eins og eldur að þú veist, það bara ónæmiskerfi bara fer á fullt. Hvort eitthvað tryggir það, maður veit það ekki. Það er enginn sem veit, enga rannsókn sem maður sýnt fram að það. Það er erfitt að vita hvaða meðfrágefa. Þannig að þetta var svona. Hvernig er það fyrir móður og foreldra yfir höfuð að fá þessar fréttir fyrst þegar að hann fer væntanlega einhverja rannsókn hann á barnaspítalanum og svo hvernig heyriði fyrst að þetta sé alvarlegur og illvígur sjúkdómur? Það er bara strax sama kvöldið að við förum hann upp yfir að tekja blóðpröfa og það var bara mjög traumatist ferli sko, vegna þess að það var, þú veist, hann er svona lítill kútur og þá reynum að setja upp nál í höfðinu til þess að ná blóði sko og setja upp nál hér og það er auðvitað að finna æðar. Já, og bara og það var, þú veist, það var bara rosalega skrítið, hann auðvitað trilltur og maður reyna að halda barninu sinni einhvern veginn föstum til þess að myndi ganga vel og svo rann nálinn úr og það er að gera þetta aftur og mér leið bara eins og ég væri bara eitthvað skrimsli að halda honum og horfi augun á honum og fannst mig sjá alls konar eitthvað, hann væri bara hvað ert að gera, en það var þetta bara haustum með mér, en það allavega tókst og svo kemur hjúkan inn einhverju klukktíma seinna eitthvað og segja að þau þurfa að endurtaka blóðpröfuna og þá þurfti að gera allt upp á nýtt og þá fæ ég svona, og ég var samt ótrúlega slökk, ég var bara eitthvað svona, þetta er eitthvað svona ungumömmu háttur í mér, en svo bara rétt eftir myndi kemur læknirinn og hún ég sé bara hún eitthvað skrítin, ég sé það bara strax, og ég hugsa bara, þetta er ekki gott og hún bara byrjar eitthvað að segja mig að þetta lítur ekki nógu vel út og svo fyrir hún eitthvað svona og ég er alveg bara, ég er eitthvað dett inn, eitthvað bara, eitthvað svona útrúlega hissa eitthvað og datt ekki í hug að hann væri alveg veik, bara datt ekki í hug og hvað þá krabbamein, alls ekki. Þannig hún fyrir eitthvað að þylja upp einmitt svona blóðgildi sko og þar setur þessi tala 250.000 hvítum sem sagði mér ekki þá að í mér og
og ég horf bara eitthvað á hana og ég sé eitthvað svona út að mamma eitthvað skrítin, sko. Sé það bara. Hjúkrunarfræðingurinn sem að þannig ég svona eitthvað, en síðan og þessi læknir, hún var hann að bráðamóttökunni og hún einhvern veginn vill ekki alveg segja hlutina. Hún segir bara, þetta bara alvarlegt samt og ég einhvern veginn svona þrjósk eitthvað, því ég þarf að skilja hlutinu, ég bara eitthvað, en hvað heldur þú að þetta sé, þú veist, eitthvað svona, að því hún var eitthvað sérfræðingur, hún á vaktanum morgun og þið muni hitta hann eitthvað svona, en þá segir hún þú veist, með fyrirvera að það sé líklega hvítblæði og eftir það bara, ég bara man ekkert meir, ég veit að ég fór út fyrir til þess að ringja í pappanspenni minns og ég bara einhvern veginn bara hlunkaðist eitthvað bara niður á gólf og satt þar og grét bara og sagði bara, þú verður bara að koma eitthvað og svo bara man ég eiginlega ekkert mig, man eftir að við fórum upp á deildina sem var svona okkar annar heimili síðan, lyfjadeildina og síðan bara teku við bara, ég veit ekki, 10 dagar, hálfu mánuður, eitthvað svona sem að alls konar að gerast. Sumt mann ég rosalega vel, annað bara mann ég ekkert. Þetta bara svona tráma. Þetta bara, þú veist, ég kalli þetta bara svona einhvers konar einhvern hulishjálm sem að bara, þú veist, var settur á mig og ég held samt að þetta sé ágætis coping vegna þess að ég held einhvern veginn að við séum bara þannig gerð sem manneskjur að við, þú veist, þannig bara fréttina þannig, þú veist, bara með litla barnið þetta eitthvað, færð bara eitthvað fréttir og þú veist, og til þess að geta haldið áfram, þá einhvern veginn klippum við upp og þannig gerðum við alltaf með Benjamin líka og hann lærði það, maður einhvern veginn, ég held að manneskjan klippi bara upp, bara, ég ræð ekki við meira og þá bara einhvern veginn svona, bara loka fyrir og alls konar upplýsingar sem við fengum sem ég var eitthvað bara svona neikvæðar upplýsingar og ég bara eitthvað, heyrði það 2 árum seinni bara nú í alvörunni. Ég sagði, guð hvað ég fegin, ég myndi það ekki, ég hef kannski mist móðum bara. Þannig þetta var bara... Þannig að þú manst ekkert eftir svona að þeir tilkynnt að lífslíkur hans séu svona eða hvernig? Ég held að það sem að gerist nefnilega í svona tráma ástandi er að þú manst kristalklárt það sem skiptir máli og þarft að vita. Annars sem skiptir minna máli er bara, þú veist, þú bara tekur ekki inn. Þannig að ég man alveg eftir fundinu sem við áttum með teiminu sem að krabbameinsteiminu okkar síðan sem að við áttum eftir að fylgja staði í næstu 12 ár og þú veist, það sem að tala lífslíkur, ég einhvern veginn svona bjartsýn típa eitthvað alveg alltaf og sátum hana og svo þau eru eitthvað að tala og ég einhvern veginn svona, já, hver eru nú svona prógnósarnar, líkurnar eitthvað svona og það verður svona, upplýða svona verður svona skrítið andrúmsloft og það verður svona alveg þungt og ég bara eitthvað og þau eitthvað svona, já, þetta er nú mjög sjaldgæfur sjúkdómur, þetta bara og ég einhvern veginn var með hugmynd sem að kannski margir hafa verið með að því yngri sem börn væri þegar að fengu krabbamein þeim betra. Það var eitthvað í mínu höfðu, held ég, þá læknast við eitthvað. En þá fóruð að ræðum þetta með infantæðilegl og hversu rosalega sjaldgæft það er og ég einhvern veginn svona þrjóskasti og hverju lífslíkur eitthvað. Og þau veist, það er ekki hægt að segja þetta er svo rosalega einstaklisbundi sjúkdómur. Og útskýru það, hann væri 3. barnið sem að þau hefðu verið sko 2, kom mjög sérstakt nefnilega, við voru 2 börn og svo kemur Benjamin bara á 3-4 árum sko. Þar á undan hefði ekkert verið neitt bara í 20 ár sko. Þannig það var mjög sjaldgæft að koma með 3 svona bara hverju ári og ég einhvern veginn, já, heyrðu og hvernig hafa þau það eitthvað hérna og þá bara, þú veist, sé bara Var þau dáin eða? Þá bara segir hjúkan okkur, segir við mig bara, heyrðu, það er bara best að þið heyrið það frá okkur, hún sagði bara við erum hissaðu ekki heyrt af því ennþá og bara segja bara að þau eru bæði dáin og ég bara eitthvað, þannig að það var ekkert til að halda sér í, ekki neitt og ég menn þetta er 2003 þannig að auðvitað kom internet en það var náttúrulega ekki eins og er í dag. Nei. Þannig þar verður svona annað, þetta er svona röð áfalla bara þessar fyrstu vikur að því að þú veist, eitt var að þau byrja á að setja upp svona lyfjabrunn hjá honum við fáum að, þú veist, fengum ekki að fara með náttúrulega og svo erum við allt í einu sótt eitthvað megum fara nýr á gjörgæslu og þá þú veist, mætir okkur svona geggjuð sjón sko, það bara, þú veist það bara barnið okkar þarna, þú veist, bara hald í svæfingu, bara lækna sig ykkur megin við ykkur grænum fötum, annar að draga blóð úr líkamanum hinnarsprautaðinn, þá voru það að reyna að hreinsa
þetta hvítblæði eru þetta blóðkrabbamein sko, þannig að þeir voru að hreinsa krabbameinsfrumur út með þessum hátti og þetta var svo geggjuð sýn sko, maður stendur þetta bara eitthvað. Þetta er eitthvað rosalega erfitt, ég bara veit að þegar að litlu börni mín verða bara með smá hita eða eitthvað, maður stóra mömmu og pappa hjarta það finnur rosa til með börnunum og þannig að þetta hafa verið mörg erfið móment. Bara, þú veist, endalaust og og það samt einhvern veginn bara, þú veist, höldum við bara áfram og svo byrja bara meðferðin og það gengur ekki vel. Þú veist, þeir vissu ekki hvað meðferð átt að beita heldur, af því að það voru 2 armar, annars vegar sko lyfjameðferð, rosa hörðu lyfjameðferð og alveg í 2 ár og hins vegar að, þú veist, það byrja fyrstu 3 mánuðina á sama veg og svo tekin staðan í raun og veru og til þess ákvað hvort þú farið síðan sendi barni í beinmerskipti af því að það eru svo fá börn og það voru bara, ég held ég að leysi 2 rannsóknir það sem var búið bara að tína til börn alls þar á heiminum til að reyna að finna út hvað verið besta lækningin og hvað eru beinmergskipti nákvæmlega? Hvað er gert þá? Sko þá er raun og veru, þetta eru náttúrulega líffæraskipti þó að þetta sé ekki svona eins og hjarta og nýra og lungu og en það er þannig að þá er tekin beinmörgur úr einstakling sem er með sömu vefjategund og sjúklingurinn. Við vorum sjúklega heppin, ég segi það oft, við vorum ótrúlega heppin. Þú getur átt 7 systkini og þú foreldrar geta ekki gefið, ekki í þessum beinmergskiptum. Að því að við erum bara með 50%, þú veist, að við getum aldrei verið með 100% sömu vefjatípu og börnun okkar. Við getum átt 7 systkini eða barni getur átt 7 systkini einstaklingurinn og ekkert að passar og krakkarnir okkar bæði þau voru bara bæði, það var ekkert að velja sem er bara útrúlega sérstakt þau goti bæði, já bara good gene pool. Hvar er þessi beinmergur sem er tekin og hvernig virkar þetta? Sko, þetta virkar þannig að það er raun og veru það er sko í mjaðmakampinum þá er það er bara, ég hef sjálf farið í beinmergstöku í rannsóknarskyni, það er bara svona sprauta og cirka svona löng nál, mjög gróf og þeir bara stungið í gegnum mjaðmakampin og þar er í raun og veru svona dregið inn beinmergur. Beininu? Já, innan og það er eins og með Nikulás okkar að það var valið stóðum þau bæði en að því að voru einhverja örfá rannsóknir sem sýndu að í beinmergsskiptum að hafa valum og hafði þetta val, það var betra að velja, pínulítið betra að velja af sama kyni. Þannig að þessna var Nikulás valinn raun og veru. Og hann elsku ljúfurinn sko að, þú veist, já, hún var þetta gert í svæfingu en þau þurftu bæði að fara í mikla rannsóknir heima á Íslandi. Áður en þetta var allt saman blóðpröfur og svona og hann var orðin bara mjög kvekktur Nikulás sko. Hrafnhildur náttúrulega var yngri að öðruvísi, þau eru bara ólík. Hann er 5-6 ára eða eitthvað svona? Hann er bara rétt 5 ára sko og það voru að sprenga æðar og svona, hann var rosa kvektur og þannig að þegar við, svo er Benjamin það í sko, lifað með frí 3 mánuði af því það er ekki gerð beinmergsskipt á Íslandi sko. Þannig að það er raun og veru ferlið síðan þannig að það er sem sagt það tekin, man ekki hvað það tekið sko ákveð úr einstaklingnum sem að síðan þarf að mattsa við þann sem að fær merkin sko. Þannig að Benjamin er þetta lítill en ég man ekki hvað þurft taka held ekki að þessi ljúi einhverju 400 millilitrar, segjum það bara, ég man ekki náttúrulega hvað svo mörg að síðan. En þannig að það er Og hvað er því síðan sprautað inn á sama stað á Benjamin? Nei, það er síðan í raun og veru þá er það í raun og veru sett í, þetta verður svona eins og plasmi og og það er gefið eins og bara blóðgjöf sko. Þannig að og það er fyrir sko sjálf beinmergsgjöfina að þá þarf að sko bara þurrka upp allt ónæmiskerfi viðkomandi sem veikur allt. Þannig það er bara að þú ferð í rosa hefi meðferð, þegar við komum út á að Benjamin settur í rosa hefi í lyfjameðferð, ég held í 7-8 daga til þess að þurrka út hans gömlu frumur. Af því að sko þú ert að fara að gefa inn nýjar frumur, að þá verður bara stríð í líkamanum. Þannig að þú þurrkar bara út, eins og ég myndi bara setja því í Sahara og láta þig liggja þar í marga daga og bara þurrka allt drasli út og þú ert algjörlega, þú ert ekki með neitt ónæmiskerfi, ekkert. Og sjálfa, sko þessi meðferð raun og veru, sko ef að beinmerkurinn tekur síðan ekki, svo er gefin beinmerkur á, held ég sé 8. eða 9. degi eins og var þá
og á þeim tíma, þessum dögum, þá auðvitað bara, þú veist, við vorum auðvitað bara í einangruðu herbyggi þannig að það mátti ekki koma inn nema skipta föt og þú veist, og ég var auðvitað bara með honum meira og minna þar, sko. Og vegna þess að allt sem gat komið utan gat bara drepi Benjamin, þú veist, og bakteríur, allt það var bara, þannig að hann var algjörlega óvarinn og svo fær maður beinmergin og svo verið að bíða eftir að mergurinn taki, sko, byrja að festist, þegar maður geti ímyndað að segja þannig, og svo byrja að framleiða í raun og veru frumur Nikulásar í þeirri merkingu. Og það gerist ekkit alltaf, sko. Það bara, maður bíður nokkuð dag eftir að sjá hvort að beinmergurinn takir hreinlega. Ef hann gerir það ekki, þá maður auðvitað bara í rosalega vondum málum. Þá með einstakling sem algjörlega án ónæmiskerfis. Og og hvernig fór þetta? Ég meina það fór ekkit rosalega vel til að byrja með. Benjamin fikk lifrastopp og sem að var bara sem að fekk nokkra blóðtappa í lifrina út af lyfjameðferð, nú var svo hörð og hann svona lítill og það líka sjaldgæft að allavega var þá að gera Benjamin skipti á svona ungum börnum, hann var bara rétt 7 mánaða og þannig að hann fikk lifrastopp og lifrin bara hætti að vinna og síðan voru þeir nú bjartsýnir, læknarnir okkar, alveg bara, já, við munum séð þetta verra og svona. Og þetta í kringu páskana 2004. Og svo var hann bara allar gulur og lifragildin voru bara orðin hræðileg, sko. Þarna eru út í Svíþjóð. Já, en beinmergur hann tekur svo, en þá var bara þetta, þá var bara lifrin í bara alveg stopp. Og það var bara, þeir voru vissir að það var helviti svart, sko. Og þeir þorðu ekki að gefa honum nefnilega svona blóðtappa lyf til þess að leysa upp blóðtappana því það geta valdið blæðingu annar staðar í líkamanum í höfðið annar staðar. Þannig að endanum voru með geggjaðan læknir sem að hann hafði heyrt einhverju tilraunlyfi á Ítalíu og fann eitt skammt niður í Lundi og það var bara sendur legubíll bara frá Lundi og upp til Stokkólms með þetta lyf sem að var bara nýtt blóðtappalyf og lifrin hans fór að snúa við, fór að virka og þetta var svona, það var eitt af öðru náttúrulega, en ég minna það, þú veist, en við vorum þarna inniliggjandi, svo fóru bara krakkarnir heim með mömmu og Bjössi fór heim, sem sagt pappans Benjamins, eftir 6 vikur og við vorum svo bara 2 og fram í endan júní held ég, vorum hann út í 4 mánuði. Og hvernig, því ég veit að hann þurfti síðan að fara aftur í beinmergskipti síðar, ekki 2 ára þá eða? Nei, í raun og veru sko hann við komum inn heim og hann í eftirfylgd og það var alls konar uppákomur, hann nærðist illa og með sondunhap og svona og bara, en var svona bara í febrúar 2005 bara fann að braggast ágætlega og leit út fyrir að hann væri bara að verða heilbrigður. Blóðpröfurnar lítu vel út og hann var mikil eftirfylgd með blóðpröfum til að fylgjast með og það var rosalega kviðvekjandi hverskipti. En það leit bara vel út og hann var í svokallegri remisjón, þess að sjúkdómurinn var ekki virkur og leit bara vel út. Svo fær hann RS-vírus í febrúar 2005. Við erum eitthvað inniliggjandi eitthvað svona og svo á hann að fara út í lok mars 2005 í 1 árs eftirfylgd. Því að það var ekkert gert inn á Íslandi. Þannig að þá síðan tekin blóðpröfa áður förum út og ég fann með mér eitthvað læknabréf eitthvað svona og ég með eitthvað svona skrýtna tilfinningu. Ég sagði, það er eitthvað skrýtið við þetta. Og ég hafði séð blóðpröfuna sko og ég sagði, þetta er eitthvað ekki eins og að vera. Já, því maður lærir á þessum tíma að lesa úr öllu trúðu mér. Þannig að það var, ég las læknabréfið og séð þarna setningu sem að stendur eitthvað It is worrying that he's showing neutropenia og ég bara, what the fuck is neutropenia? Ég lærði það. Þá sem sagt í raun og veru, þú veist, blóðmyndin okkar bara þannig að það eru ákveðnar, einhvers konar bardagafrumur eða neutrofílar heita þær, sem eiga að vera í ákveðnum hlutfalli og þeir voru bara eiginlega í núlli, sko. Og en ég talaði við teimið okkar og einhvern veginn og bara, nei, þetta er bara eftir RS-vírusin eitthvað. Og við fórum bara út. Og ég eitthvað með myndir af Benjamin, þú veist eitthvað, og fór bara inn í þetta 1 árs eftirfylgd og með myndir á honum, hann alveg með rjóðarkinn að bara leiðir rosa vel út og svo fyrir út og það tekinn blóðpröfa miðvikudegi og
og ég einhvern veginn með svona óþægilega tilfinningu bara samt og segi við hjúkrunarherði, getur við fengið eitthvað svona akút svar bara og svo bara hringdi mig rétt eftir 4 og þá fæ ég niðurstöðuna og ég bara vissi strax, þá bara blóðmyndin það skekkt að ég vissi vel að þú veist, þá eru hvítu komin upp ég man ekki hvað. Það varstu sagt að krabbamein væri bara komið aftur á blússandi siglingu. Já, mér vissi það bara. Og þá fór ég svona blackout bara og bara hringdi greinilega eitthvað fólk, vinu okkur út Svíþjóð, bara eitthvað, þú veist, eldaði mat, ég man ekkert eftir og en bara einmitt þetta, halda hausnum yfir að því ég þurfti að komast í gegnum þangað til daginn eftir, þá var hann farið upp á spítala aftur og þá hitti ég krabbameinslækni okkar sem við höfum þekkt frá áður og þátt að taka beinmerg og ég sagði, þú veist, hann heiti Jacek og ég sagði Jacek, ég veit alveg og hann sagði, ég meina, vitum ekkert en lítur ekki vel út, sko. Svo bara kemur föstudagur og tekið beinmergur og þá sagði mér bara erfitt að taka hann, það þýðir að þá eða stíft, þá var hann með 80%, þú veist, krabbameinsfrumum í beinmergnum, það var bara blússandi, sko. Og sá ég ekki einhvers staðar á þessum tíma, þá var eiginlega ekkit það að ræða að fara tvisvar í beinmergsskipti á þessum tíma. Nei. Það var bara, þú veist. Hvernig leit þetta þá út fyrir ykkur? Að því að við vorum aftur mjög heppin. 2004 þá bara var það ekki inn í myndinni. 2005 voru byrjar að gefa svona tilraunir að setja, sko málið þú ferir beinmergsskipti þannig, það bara eins og hugsi bara, þú setur líkamann undir valtara og keyrir yfir líkamann bara hægt. Maður ímyndi segja þannig, skilur. Að því það, þú veist, það eyðileggjast eða, þú veist, líffæri og annað, þú veist, verða þetta bara rosalega viðkvæm. Og þannig að þetta þú veist, það að fólk lifi í gegnum beinmergsskipti langt frá því að vera sjálfsagt, sko. Og hvað þá að gera tvisvar. En það var samt komin tilraun með, það var eina sem var í boði. Eða þú veist, það var í boði, við heldum aftur þennan fund, ég kalli þetta svona ákersla ermasundsræðlistur, ég sé fyrir mér svona búff. Það áttu aftur svona fund 2005 eftir að koma heim, ég og Benjamin frá Svíþjóð. Og þá bara var þetta, þú veist, annarkvort að fara í eitthvað svona lyfjameðferð sem myndi aldrei lækna. Það myndi bara deyja bara á einhverju vikum. Og þú veist, eða þá reyna þetta og ég sagði bara, býtu hvað, var það dælið en einhverju, þú veist, eitri til þess að hann degi þá hægt og í kvöl, bara nei. Þannig við vonum sammála, ég og Bjössi og bara við reynum þetta bara. Ég meina það var reyna vonin, það var ekkert annað. Þannig að við tók bara, það var ákveðna kríteríur sem þurfti að uppfylla og til þess að fá að fara í önnur beinmergsskipti. Og eitt að vara þurfti að vera liðið ár. Það var búið liðið 1 ár held ég 2-3 dagar eftir að hann í raunum veru fór í fyrstu beinmergsskiptin. Þannig að þú veist, og svo var þyngd og svona, það bara, Benjamin var svona alveg bara rokkaði allt sem var, þú veist, fólk bara þegar ég sá það, þegar við komum aftur út, bara það var svona pattarlegur og hafði getað næst í gáðunum geitamjólk, fólk held ég var alveg klikkuð, sko, ógerist þetta geitamjólk, fólk bara, en það, þú veist, og hann bara, þeir samþykktu hann og það var síðan, held að verið bara, man ekki hvað dagsningi var, þannig að lók mæ, byrjun júní, og svo les. Þú veist, við vorum komin út hann í mæ og svo fer hann í önnur beinmergsskipti. Fekk hann þá aftur frá bróður sínum? Já, og það var svona horror, sko. Það meina upp á það, þú veist, að sitja allt í með börnunum sínu, sko. Þá Hrafnhildur eitthvað svona detti 3 ára og Nikulás að verða 6 og það var einhvern veginn svona, þú veist, hann var orðin 6 og Hrafnhildur var 4. En þá, þú veist, að sitja með einhvern veginn og útskýra bæði útskýra fyrir honum, af því að það má ekki gleymast að þó þessi börn, þeir eru út að gefa líffæri, alveg sem þessi beinmergur eitthvað annað, að það fylgir því ákveðin svona ábyrgð hjá viðkomandi, að viðkomandi upplifði bara hvað klikkar, skilur, þá bara mér að kenna það, þú veist, og þeir eru út með börn að útskýra það, að sitja með Nikulás og útskýra, þú veist, að frumyndar hans væri bara æðislegar og mjög sterkar og að ekki verið þess vegna sem Benjamin fyrir krabbamein aftur. Og svo með Hrafnhildi sem að hún þessi stríðsmaður sem að henni langaði rosalega, þú veist, geta gefið einhvers staðar, þú veist, hún svona kannski týndist aðeins milli tíma. Og Nikulás síðan með þessa fyrri sögu og fyrri reynslu og, þú veist, og horfaði þessi stóru augun sem horfði bara og sagði, en getur ekki Hrafnhildi gefið núna? Og maður bara,
og Þetta reyndist honum erfitt. þetta var bara, Fyrir skiptið. já, ég meina þetta samtal var bara hörmung, þetta var bara, þú veist, að sitja einhvern veginn, og ég hef hitt fleiri foreldri gegnum árina, þú veist, þú ert einhvern veginn með börnin sem einhverja varahluti, það er bara, það er hræðilegt, þú veist, og þú bara, nei, það er ekki hægt, og barnið bara horfir, bara er einhvern veginn í augun, bara please, 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 ekki láta mig fara í gegnum þetta aftur, en þú veist, það er bara. En var þetta sem sagt eitthvað svona tæft ár sem að Benjamin var bara heilbrigður og þið hélduð að þau væru bara að fara að eiga venjulegt líf með þriðja barnið líka? Ég held að allavega fyrir mig, ég held að ég hef aldrei einhvern veginn hugsað beint þannig. Það var einhvern veginn bara, þú veist, maður bara held í vonina einhvern veginn, hver mánuður sem leið, þú veist, og hver vika, þú veist, og hann var ennþá hreitt, þú veist, og hann bara, yes, þú veist, og þannig að ég vissi allavega að, þú veist, fyrsta ári var mjög krítískt, sérstaklega, og þannig að, og með beinmyrskipti þá þú veist, það er að tala þessi heilu 5 ár eftir krabbameinsmeðferð, þú veist, að með beinmyrskipti er oft talað kannski 3 ár, þú veist, fyrstu 3 árin og þá getur maður að fara að tala að þú stila læknaði, sko. Þannig að þessi bið eru þetta algjört helvíti, sko. Og þetta hljóta að hafa verið þá opbóðslega mikil vombriði þegar hann greinist aftur árið seinna. Eða hvað, hvernig lýsur þið í? Hvaða tilfinningar voru á? Fuck! Þú veist, sko, maður fer samt, allavega ég fór inn í eitthvað bara svona, þetta var svona og svo bara var maður úrst að þakkláti fyrir bara, þú veist, ok, þetta gengur eitthvað. Þetta var svona bara eins og bara einhver sparkaði andlitið á þig, skilur, og þú bara, nú já, og svo bara. En spyrðu af hverju barnið mitt eða hvernig? Já, einu sinni. Það væri rosalega eitthvað reið við Guð eitthvað, þú veist, og það var eina skipti samt, þá hefðu við gert einhverja tilraun, það var bara meðan hann verið meðferð fyrst bara heima, það var svona kannski 6 vikur inn í krabbameinsmeðferðina og þá eitthvað reynum við að, þú veist, að ég fari heim til þess að lesa fyrir krakkana, að því, þú veist, ég fór ekkert heim, ég bara bjó á spítalanum, sko. Það er Benni með þetta á brjósti og það, þú veist, það var bara einfaldara þannig að bara við skiptum okkur bara í tvennt og þetta var einhverju viku eftir, ég fyrir eitthvað heim og Bjössi eitthvað sitja á Benni ég er eitthvað að fara að lesa fyrir og háttaði eitthvað svona komaði mér rúmið, þetta var glatasta hugmynd í heimi, sko. Þau náttúrulega bara, þau vissu ég þurfti að fara aftur, þannig, þú veist, og þau bara grétu og þú veist, og bara héngu eitthvað löpunum á mér og þá, þegar ég var að keyra aftur upp á spítala, þá hugsaði ég bara, why the fuck, skilur en svo hugsaði ég bara, sama einhverju augnabliki var bara svona en hvað, einhver annar þá eða nei, þannig að þú veist það dvaldi ekki hjá mig meira heldur en svona 3 mínútur, alveg í alvörunni menn þess að ég hugsaði bara ég meina, hvað, ég óskaði þess að einhver annar, nei lífið bara svona, þú veist, þannig að nei, það er bara svo, ég hef aldrei fundið fyrir því eftir þetta, aldrei. En þetta er rosa mikið álag, eins og ég segi aftur, þú veist, bara þegar börnin verða með einhverja flensu eða veik eða svona, þá finnum maður, þú veist, að það er svona auka álag á okkur, sko, það get ekki sendt bara í dagvistun í leikskólan og þetta er náttúrulega, sko, svona langveik börn og með svona alvarlega sjúkdóma, þú veist, þetta setur lífið bara á hliðina, gerir ég ráð fyrir. Bæði fjárhagslega og líka bara andlega. Hvernig er eitthvað stuðningur við fólk í þessari stöðu svona eins og bara sálfræði þjónusta eða hvernig virkaði það? Á þessum tíma var bara, þú veist, sko styrktafélag krabbameinssjúkra barna er mjög sterkt félag og það, þú veist, það er bara algjörlega ómetanlegt sá stuðningur sem við fengum þar gegnum tíðina, sko. Og fjárhagslegu stuðningur já, við fengum, þú veist, þetta er svo blurri, sko, en við fengum alveg úr einhverjum sjóði allavega einu sinni jafnvel 2 á einhverju samt x árum en ég meina kannski engar eitthvað svona sjúklar upphæðir eitthvað svoleiðis en engu að síður, sko, þá, þú veist, er það, þú veist, bara hjálpaði það og og þá er gerð söfnum fyrir Benjamin eða okkur einhver sem vinkona systur minnar sem að hrattast að söfnun fyrir seinni berminskiptin sem var til þess að við gátum farið, við vorum alltaf með 1 fullorðinn með okkur. Í seinni berminskiptin þá fórum við öll saman og
við vorum með krakkana með okkur allt sumar 2005 og fyrir þeim ennþá þetta besta sumar lífið þeirra. Þau voru eitthvað að fara alltaf í... Sumar í Svíþjóð. Já, þau bara eitthvað að fara í eitthvað Toys R Us að kaupa einhvern rísastóran, einhver ísbjörn eitthvað sem við áttum í mörg ár og ísi og eitthvað hlaupandi með rigningun og stuttbuxum og því við vorum alltaf með eitt fullorðin, við bara gátum haft það þannig að við gátum borgað fyrir eitt fullorðin úr fjölskyldunni sem gátt bara verið með þau í raun og veru og við gátum verið þá meira stundu saman og seinni berminskipti voru algjört helvíti sko, það bara gekk allt á sko, það bara innvortisblæðingar en þau merktu ekki neitt sko, og það finnst mér svo fallegt að þau bara eitthvað voru bara eitthvað gruna lund og eitthvað svona og þannig að það var rosalega svona mikil gæði að við getum verið öll saman, varið þau eins og mikið hægt var og þú veist og verið í raun og verið því þú veist, ég var auðvitað algjörlega án tekna þannig að þú veist, við lifðum þá á einum tekjum en þarna gátum við í raun og verið saman sem fjölskylda í næstu 4 mánuði án þess að eins og í fyrra skipti þurfti Björs að fara heim bara að vinna, ég meina það var ekkert annað í boði sko, þannig að það var rosalega lán og síðan bara reynum við að skipta þessu þannig að þú veist, ég alltaf meira með Benjamína því þetta bara, ég var náttúrulega búin að læra rosalega inn á þann pakka bara og en svo auðvitað fór ég að vinna að hluta til líka en það var auðvitað bara, við vorum með þú veist, Benjamin gat auðvitað ekki verið í leikskóla, hann var eitthvað svona af og til einstakast lítið bara, en ég meina, þú veist, við reyndum bara eins og við gátum og svo byrjaði það. En beinmergsskiptin í annarskipti tókust líka á endanum, þáttur að það hefur verið erfitt. Það var hell. Og hann krabbameinslaus eftir það í 10 ár. 10 ár. Já. Og hvernig, en hann verður samt veikur í lungunum, hvað var það mörgum árum setna eftir? Það raun og veru kannski sko byrjar að vera ábyrrandi, ég ætla að segja ekki bara kringu 2006, það þú veist. Það var bara 30 ára. Já, ég meina það raun og veru, þú veist, það gekk rosalega brösulega allt saman, þú veist, eftir seinni Benjamín-skiptin, en ég meina, þú veist, hann nærðist illa, þyngdist ekki og svona, en svo byrjar hann að fá þetta í lungun og hann var alltaf með þessa innvortisblæðinga, hann var með svona æðagúla sem eftir lifrastoppi, sko, sem voru alltaf að springa og þannig það var rosa mikið þannig að hann var að fá innvortisblæðingar og við akút að fara með hann uppi til bara að æla út allt og þú veist, blóði og það bara, það var svo mörg svona, alveg hrikalegt, það var í mörg ár, sko. Þannig að Benjamín í raun og veru alla sína ævi sem að hann mann eftir, þá hann veikur, drengur. Já, það var ekkert... Nei, það var aldrei neitt eitthvað svona, það var kannski bara smá tími sem að var svona þokkalega hraustur, sko, eða frískur, ef maður getur sagt þannig. En það var svo bara fyrir að bera meira og meira á þessu lúna vesinni og og við tekur nokkur ára alveg bara... Það var engin sko barna lúnarlækni hérna á Íslandi á þeim tíma og bara var ekki mörg ár. Þannig að það erfitt að finna út úr hvað og svo endanum við send samt til Svíþjóðar til Huttingi þar sem við vorum. Og hann heitir það lúnateymi og það svona, þú veist, á endanum þá kemur ljós að hann með svo kallar heitir bronkiolitis obliterans sem lúnasjúkdómur sem að sko alveg sérsjúkdómur en þeir sem að fara í beinmergsskipti þeim hættari við bæði að fá svo kallar graft versus host það sem að í raun og veru líkaminn hafnar beinmergnum hjá honum gerast það bæði akút og síðan krónist sko með tímanum og það settist í lungun hann fór, í seinnaskipti fór hann líka í sem sagt í heillíkama geislun eða hvað maður segir og það í raun og veru það spila allt bara saman, við vorum bara, þú veist. Og þegar þið fáið þessa greiningu, að hann sé með þennan lúnasjúkdóm, hvað eitthvað sagt þá, minna varandi til dæmis lífslíkur og hvernig svona hánum að ég eftir að reiða af? Það bara leit nú ekki vel út, sko. Það tók alveg 9 mánuði að greina þetta rétt. Ég fór með hann til bara Bandaríkjanna á NIH, bara sem rannsóknarsjúkrahús í Washington, fekk inni þar rannsókn fyrir hann og þar kom ég síðan heim til Íslands með alveg 100 blaðsíðna skýrslu og þar var í raunum þrennt að ræða og þar á meðal var þessi bronkiolitis obliterans síðan tók 9 mánuði á Íslandi að
sko staðfesta Staðfesta greining, það, já, og að því, þú veist, endanum fórum við meðan, eða var hann sendur til fullanins lúnalæknis, að því minn lungur, sko, þannig að maður sá ákveð að heiti broken glass syndrome en þá fengum við bara að vita að þetta væri bara komið á þann stað, þetta leit nú ekki vel út og við tekur raun og verið þannig að það átti að setja upp ákveðna meðferð sem að var ákveðin lyfjameðferð og en það átti ekki að veita honum fulla meðferð. Nú? Well, sko, ég veit ekkert hvað ég hafði tilfinningu þetta var á þessum árum kringu 2009-10 sko, sem að var einhvern veginn svona svolítið skrítið með lyf inn í opinbera kerfinu okkar. Já. Ég er ekki með það neitt staðfest og það er ekki, þú veist, við vorum allan stuðning teymisins, spítalans, allstaðar, en það var ákveðið lyf sem átti ekki, þetta var í ákveðin protokól sem að þeir frá Bandaríkjunum sendu til Íslands og þeir myndu vilja veita þessa meðferð sem sagt, átti að gera þessa meðferð, hún er reynst vel, en þá var ákveðið lyf sem að átti ekki að setja inn í pakkan heima og það var til þess að Hvað heldur það bara verið eitthvað svona sjúkratryggingamál eða? Ég held það, já. Já, heldur það? Ég held það. Vegna þess að þetta var algjörlega fáránlega absúrt. Ég meina þetta er bara, eins og ég segi, þú veist, ég skil alveg, sko, læknan okkur alltaf, þú veist, eins og ég segi, nú er ég bara get í eðunar og það, þú veist, ég auðvitað bara veit ekkert það. Ég sá síðan hvað þetta lyf kostaði þegar við komum síðan heim aftur. Við fluttumst nefnilega síðan út bara. Við heldum fund og það var komið ljós átti ekki að veita fulla meðferð og þar með þetta lyf átti ekki að gefa það og þannig við bara ákveðum að flytja til Svíþjóð. Ég hringi bara á Huttingi í Svíþjóð og segi bara, heyrðu, við ákveðum að flytja út að takið við honum þá. Og bara já, þannig við bara fluttum. Bara á 6 vikum, bara fluttum til Svíþjóðar. Og sumir hafa velti fyrir sig akkur við höfum getað látið senda okkur til Svíþjóðar, sem sagt í raun og veru af því það var engin barn á lúna, þú veist, og fengið þá greitt ferðin og allt svona. En ég meina, hvað áttu að gera? Þú veist, skilja hinn börnin okkur eftir einhvern óákveðin tíma. Nei, mitt. Þannig bara flutti ég flög bara út, var búin að finna einhver íbúð, fór að skoða hann að koma aftur heim og bara skrifa undir og svo voru bara farin. Þannig að og við vorum úti í heilt ár og meðan Benjamin var í þessari meðferð. Og þar fekk hann fulla meðferð? Þar fekk hann fulla meðferð og rúmlega það og síðan gekk hún ekki vel og þá var reynt eitthvað annað og svona en meðan vorum úti þá er raunin verið búið að reyna allt sko. Hvað er eitthvað sagt með þennan lúnasjúkdóm á þessum tíma? Er eitthvað sagt að hann er ekki mörg ár ólif eða hvað er? Fengum aldrei að heyra neitt með ár, ekki þarna sko. En það var, þú veist, verið að reyna alla meðferð og hann var á, þú veist, svo miklum styrum, það til myndir árum, hann baði okkur seinna, þú veist, að bara, er þið til að taka þessar myndir af mér á Facebook, hann segi, ég lít nú ekki vel út, það var hann sko með, þú veist, hári á hann fór að vaksa rosalega, hann var svo lítið tröll og svo var hann bara svona steraður í framan og varð þungur, gat ekki gengið í skóla, Bjössi var heima með hann, ég var í doktorsnáminu, þú veist, krakkarnar okkar í skólanum og svona, þeim leið ágætlega sko, en svo bara var Benjamin, þú veist, það var ekkert meira hægt að gera fyrir hann í Svíþjóð, hann var hann dapur, hann saknaði fjölskyldunum sínar heima og afa og svona. Já, þá bara fluttu við aftur heim og En hvað, þarna á þessum tíma, eru þið þá með þá vissu eða svona hann grunum að Benjamin mun ekki verða fullorðin einstaklingur eða hvernig er þetta? Já, ég meina, þú veist. Þá vitið þið það? Já, ég meina, þú veist, maður veit það en þú ert samt einhvers þar, þú veist, alltaf með þessa von að, þú veist, að því svo verið að reyna eitthvað lyf sem heitir Busulfan sem var svolítið hardcore lyf sem var gefið heima ég man ekki, 3-4 vegna frest eitthvað svolítið. Þú veist, þannig að, þú veist, það var alltaf verið að reyna, sko, Þannig þó að þú vitir innst inni, þá samt einhvern veginn, þú veist, það er engin klísja, þú veist, leið þú gefur upp vonina, þá getur þú bara hægt, sko. Þannig að þú veist, alveg sami hversu, þó svo kannski einhver utan að koma myndi sjá og segja, hvað er það eitthvað, reyna áfram, þetta er búið spil, sko. En þá var samt, það opnuðist alltaf smá gáttir, sko. Og þannig að, þú veist, við gátum að halda áfram að reyna og, þú veist, og komu, þú veist, nýjar meðferðir, það var til dæmis fekk hann svona svo kallar blóð- og bandvissfrumur sem að fóru út í Svíþjóðar og fekk hann það
það var mitt enn einn rannsóknar meðferðin sem að sko blóð- og bandvefsfrumur við köllum þetta svona, þetta heitir mesenchymal celler heitir þetta og þetta eru svona eins og viðgerðarfrumur og að því Benni var alltaf að horfa á Bubba Byggir á stímbili, ég sé alltaf fyrir mér þess að viðgerðarfrumur með svona eitthvað Bubba Byggir hattin eitthvað svona Já. og það eru svo sko, þetta eru svo ósérhæða frumur sem svo magnað að því að frumurnar okkar sko þannig þær bara, þú veist, þær fara á þann stað þar sem eitthvað bara ónýtt, bilað og gera við. Það er magna, sko. Ég er náttúrulega datt alveg inn í frumufræði þarna, sko. En hann fær þær og að því að var reyna sko skoða hvernig frumyndan færu, hvert þar færu. Hjá honum fóru þar einmitt, þú veist, fyrst í lungu, svo í lifur og svona, og svo virðist að fara bara út í blóði. Og þú veist, enn eitt sem að, ég meina, þú veist, hægt að prófa og hann varð aðeins betur tíma og svo fer hann bara vestna aftur og þannig þetta svona í nokkur ár þarna í raun og veru sem að, þú veist, það verið að reyna eitthvað og það raunverki fyrir en 2013, svona byrjun árs 2013 sem að, við erum að fara með hann í enn eitt eftirliti, vorum alltaf í eftirliti með hann hjá lúnalækni í Svíþjóð, sem að ég sit þarna fund sem að bara, þetta höfum ekkert meir, sko. En hvernig var með Benjamin sjálfan, hvenær gerði hann sér grein fyrir að hann væri öðru sem önnur börn og önnur börn væri sko frísk og getur gert hitt og þetta og hann geti ekki gert allt sem að önnur börn var að gera eða hvenær verður hann svona meðvitaður þetta? Hann bara tala ekkert rosa mikið það, nema bara alveg undir blá lokin, sko. Já, ég skil. Eða þú veist, ég meina hann þetta bara Lífið hans var bara lífið hans og hann svona. fætti ekkert meira í því. Og það bara, þú veist, þegar, þú veist, heilsan fór að taka enn eitt svo niðurstíð og þá bara aðlaðan sig því og smættaði hlutina og þú veist, átti sinn fótbolta og þú veist, alltaf, þú veist, hann reyndi að fara að æfa fótbolta mitt einu sinni, ég man ekki 7 ára eitthvað slið og það hann fór að eina æfingu eitthvað svo leys, svo sagði hann bara, nei mamma, ég held að ég ekki í þetta, sko. En systkinin hans, vissu þau alltaf að Benjamin væri mjög veikur og myndi kannski ekki eiga langa ævi eða? Ég held að þau hefur ekki vita það fyrr en í raun og veru kannski bara þegar við fórum að tala lúnaskipti við þau, sko. Já. Fram að því, þú veist, þau gaf aldrei afslátt, sko, sem var geggjað. Þau voru bara þessi 3 dýr, sko, voru bara, þú veist, þau voru mögnuð og að því við vildum ekki fara alveg upp eitthvað svona spoiled brat sem fengi bara allt, þú veist, að því við vorum alltaf með, þú veist, bara, Benjamin, þú veist, þið fullorðið, eða þú skilur, við ólum ekkert upp í því sem einhver deyjandi einstakling, aldrei. Þannig að enda vildi hann ekki vera trýtaður eða koma fram við sín, þú veist, eins og hann sagði bara, ég vil ekki láta koma fram við mér svo súkkulaði og vildi enga sérstakka vorkun eða? Nei, glætan, hann hataði það, hann bara, þú veist, undir lokin, hann bara, þú bara tróðan með hjólastól, bara, nei, það ger ég ekki, fólk talar öðruvísi við þá sem er hjólastól, þeir halda sig eitthvað aðmærin höfðunu, þannig að, þú veist, við þetta bara, þú veist, gerum sömu kröfu til hans, það voru þetta ákveðni þættir, hann fekk svona delli fyrir Pepsi Max og þú veist, ég meina, ok, krakkarnir lærðu það, þú veist, að en ekkur að Benjamin, þegar krakkar sem aldrei maður fá og þá gátum við útskýrt það bara, en að öðru leiti, þú veist, pössum við bara vel upp á þau, eins og vel og við gátum að þú veist, Benjamin var þetta stundum innmanna, hann einhvern veginn meika ekki alltaf krakk á sínum aldrei, sérstaklega eftir að fara að eldast. Hann sagði bara, svo mikið læti í þessum strákum, eitthvað svona, þú veist, hann verði alltaf á styrum og svona, en þannig að hann átti rosa gott með, sko, vinum Nikolás til dæmis, sem voru þá 5 árum eldri, þú veist, þeir satt á spjöllum fótbolta, spiluðu FIFA og svona, en svo komið þetta komst Nikolás þann aldur að hann vildi líka bara, þú veist, hanga með sínum vinum, sko, Benjamin gat auðvitað ekkert farið með það, sko, þú veist, það var auðvitað bara þegar krakka komið heim til okkar, við vorum alltaf með fullt hús á krökkum, sko. Og það var bara brútal að þurfa einhvern veginn að segja við Benjamin bara, heyrðu, Nikolás verður að fá, Nikolás með einhverju bullandi sektakend og við bara, hei, þetta allt í lagi, ska mín, þú veist, og hann bara, já, hann verður svo leiður, þú veist, þetta var alveg fullt að díla við svona, þú veist, að bara gefa þeim pláss báðum, sko, að vera einstaklingar og þú veist, vitandi samt að þau voru eldast og sáu bróður sín sem satt alltaf heima eitthvað bara, þú veist, þannilega, og og reyna einhvern veginn jögla því, þú veist, þannig að, þú veist, en við einhvern veginn áttum okkur alltaf á því, þú veist, við getum samt ekki,
við eigum 3 börn, sko. Mhm. Þú veist, við eigum 3 börn, ekki bara 1 barn sem veikt og Megi ekki gleyma hinum börnunum nei, líka. og það, þú veist, ég held að það bara tekist ágætlega, sko. En hvernig strákur var Benjamin? Minna, þessi 12 ár sem að hann lifði. Minna, þessu nefnir, hann hafði áhuga á fótbolta og FIFA leikurinn í miklu uppáhaldi. Og hvernig típa var hann? Já, tja, hann var alveg bara, þú veist, bara besta lýsingin á honum hérna sem að presturinn í jarðarförin hans, minningarorðin. Það var bara, Benjamin var svona gömul sál, ótrúlega vitur eitthvað, eins og gamall kall stundum, ég geng nú ekki heill til skógar, eitthvað svona og á sama tíma sem að hann var náttúrulega bara elskaði fótbolta og gatt, þú veist, bara fekk mikla næringu þar. Jó, útherri var hans uppáhaldsbúð, ég tala ennþá strákan okkar, sko, þar, þú veist, það bara, við fórum hverri viku, stundu 2-3 viku þanga, hann að sko treyjur og hann fikk svona dellu fyrir að safna treyjum, ég held að hann átti eitthvað svona kringum 80 treyjur, sko, fótballtreyjur, þegar hann dó, þú veist, og hann safnaði fyrir þessu öllu sjálfur, þú veist, hann var auðvitað hundleiður okkur limmiðum og eitthvað svona sem að, þú veist, ég meina, þú veist, hann fari eftir blóðprufu og svona, þú veist, þannig við gerðum bara samning, hann var klókur, sko. Hann sagði bara, hann vildi ekki vera ókurtis, það var alltaf að bjóða vildi svona blýjant eða eitthvað, hann bara, já, takk. Svo bara rættum við þetta og ég og hann og pappa hans og hann sagði, getum við gert svona samning bara að, þú veist, að mér langar að kaupa mér hluti, að við setjum bara verðmið á blóðpröfur, CT-skön, þú veist, alls konar og við bara, ok, og en hann var svo sanngjarn, fólk heldur blóft þegar ég segi að Benjamin klókur, það bara já, hann vildi fá mikið fyrir, nei. Ef að ég eða pappa svo voru eitthvað svona, þú veist, því hann sagði alltaf eftir blóðpröfu svona einhverja alls konar rannsóknir, að hvað ætlum við setjum á þetta? Og ég var kannski, ef við bæði þetta bara eitthvað, 2000 skall, hann bara, nei, það sprakk nú ekki einu svona, þetta er svona 500 skall. Þannig að, þú veist, hann var ótrúlega réttsýnn og það segir kannski margt hvað hann var mikið í rannsóknum. Hann átti þess að svona, bara þú voru að segja, milli 70-80 treyjur, eitthvað svoleiðis. Hann var búin að köpa sér nýja MacBook Retina tölvu, sem ég veit ekki akkur það í hug. Hann vildi eiga bara tölvu. Hann átti iPhone og 350 skall í peningu þegar hann lést. Og það eru peningar sem söfnuðist út á hinnar ýmsu rannsóknir og... Það segir svo mikið, hversu mikið, þú veist, hann var, já, þannig að Mér langar einmitt aðeins að, ég sá að það er myndband sem er gerðu bara samansapna af ljósmyndum á honum sem er inn á Karolína Fund verkefninu og við getum látið það rúlla aðeins á meðan að við tölum saman. Það eru margar myndir á honum, þarna er hann þarna var hann að hoppa á einhverju trampolíni, þannig að hann á alveg einhverja tíma það sem hann er svolítið mikið eins og heilbrigt barn, eða? Já. Ég meina hann var kannski líkamlega ekkert rosalega hraustur eða þanniglega, en þú veist, hann bara gerði samt hlutina, sko, og það er kannski það sem að var hans styrkleiki alltaf að, þú veist, hann hefði bara lærið að nýta orkuna sína, þessar litlu orku sem hann var með, þú veist, bara að gera það sem var skemmtilegt og þetta myndband, það er einmitt, þú veist, það er hún yndislega systir mín sem er yngsta systir mín, sem er 22 og yngri ég, hún getur verið dóttir mín og hún setti saman þetta myndband eftir hann lést og það átt að, þú veist, í raunum veru bara var svona minning sem að þau átt að spila þetta í erðdrykkjunum svo, ég man ekki hvort það var gert, ég veit það ekki, en hún setti saman þetta, alla þessa myndir og þetta er bara svo einkennandi fyrir nefnilega, þau voru svo náin að þú veist, að hann og frænkans. Já. Og þannig hún var bara svona mikið eins og stóra systir og var mikið inn í okkar lífi og þetta er svo, þú veist, þetta myndband er svo ótrúlega einkennandi mitt fyrir Benjamin, af því þetta er bara Benjamin í hnoðskurt, bara eitthvað svona kútur sem að, þú veist, alltaf glaður, þannig er hann svo miklu styrun, sko, sem hann sér og þú veist, bara alltaf brosandi, sko. Ok, ljómandi gott, þetta er nóg bara í bili. Við
En hvaðan kemur þessi fótbolta áhugi Benjamins? Hann greinilega mikill knattspyrnu áhuga maður. Það góð spurning, ég er kannski ekki svo best að spyrja það, en þess að Nikulás okkar, hann byrjaði að spila fótbolta alltaf ekki 4 ára með Fylki og alltaf ekki bara komið þaðan einhvern veginn. Ég vissum að pappans myndi geta svaraði betur. Svo bara einhvern veginn þróast þessi áhugi bara út í, hann fekk að hitta Ronaldo og svona. Já, hvernig gerist það? Hann hitti Ronaldo, bara besta knattspyrnumann í heimi. Já, það er Benjamin Benjamin var Liverpoolari, bara algjör, bara frá því hann 2 ára og að fara í seinni Benjamin-skiptin og ég var að blogga á þessum tíma og við fórum að taka eftir að það kemur inn á bloggið eitthvað svona You never walk alone og þá einhvern veginn í Liverpool-klúbburinn eitthvað í Íslandi búin að einhvern veginn frétta af eitthvað Benjamin og þeir voru alltaf, og ég held að hann verið pappans frekar en ég að ákvaða þá bara Benjamin Liverpoolari og hann var Liverpoolari alveg þangað. Var Liverpool-klúbburinn eitthvað að skrifa hann eða? Já, ég meina þeir síðan þeir voru alltaf að setja inn á síðuna Þeir fóru að lesa bloggið, einhverstað datt bloggið hans inn á hjá okkur nú bara svona stereotypisk mynd köllum, fótboltaköllum, eitthvað hörðum nöglum, svo voru bara alltaf, you never walk alone. Þannig að Benjamin var Liverpoolari og var heiðursfélagi í Liverpool-klúbnum í Íslandi og það sér maður jarðarförin hans að þá var svona risastór fáni Liverpool-klúbsins á Íslandi við kistunans og grafsteinn hans ekki með fugl eða neitt með Liverpool-merkinu og You never walk alone í staðin fyrir hvíli frið af því við bara, þetta bara Benjamin. Þannig að hann var Liverpoolari alla síðan. Fór hann á Liverpool-leiki? Nei, það var nefnilega, það var draumurinn. Draumurinn var að komast og sjá Liverpool-leik. Það var alveg draumurinn. Þegar hann fyrir að veikast svona lungunum og þetta kringu 2012 eða eitthvað, 2011, þá erum við út í Svíþjóð og starfsfólki á spítalunum það spyr hvort að það er svona góðgerðarsamtök í Svíþjóð sem heita Mín stóra dag og segja bara, hefur Benjamin aldrei, hafið ekki sótt fyrir Benjamin, eða börn geta svona sett fram ykkur óskir og þeir reyna, að láta það rætast. Og við bara eitthvað nei og þá það starfsfólki sem að mælum með barninu eða einhvern veginn og svo allavega og það var drauminn hans og við skrifum bara hvað hann langaði, eitthvað svona langaði svo Liverpool-leik. Þá var hann orðin það veikur að læknirinn bara treyst honum ekki að fara. Og í staðinn, sem var samt bara magnað að þá okkur boðið að fara fljúga frá Íslandi til Svíþjóðar, niður til Gautaborgar, búa á Gothia Towers í einhverja 4 nætur eða eitthvað og sjá heiti supermatchin, það var að PSG móti Real Madrid. Og það sem að Real liði gerði mjög fallega var það að það var ekki bara Benjamin sem sagt, það voru fleiri krakkar sem að voru að sjá þennan leik og Real liði hitti öll þessi börn börn með alls konar einhverja sjúkdóma eða eitthvað og þar auðvitað bara fekk hann að hitta góðið og það var sett upp þannig að við fórum all fjölskyldan bara og þó við varum skilin og við hefum alltaf verið bara frábæri vinir og ég og fyrrandi maður minn og við fórum bara alls saman og auðvitað langaði öllum að hitta, ég var svo ég meina, auðvitað Hrafnind okkar líka og Nikulás en reglurnar voru einhvern veginn þannig, það máttu bara koma barnið pluss 1 fylgdamaður. Og Benjamin gat ekki gengið þetta sjálfur, eða bara út á lungunum Þannig að það er að halda á honum. Og hvað áttum við að gera? Einhvern veginn að Nikulás fengi ekki, ég ekki að segja að Nikulás átt meira skilur Hrafnind, ég ekki að meina það. Ég bara meina samt einhvern veginn, Nikulás var samt fótboltadútinn og maður hugsaði bara, og Bjössi að eitthvað reynt að tala, eitthvað svona almannatengi, eitthvað liðsins eitthvað, og hún var alveg hörð, svo kjallið, nei, það er bara einn með. Svo hann hringdi mig, ég var eitthvað starf uppi, eitthvað starf að fá mig kaffi og hann hringdi að segja, Eygló, bara til að koma aðeins niður bara eitthvað. Og ég bara, já, ég vissi ekkert hvað ég var að stíga inn í og hann sagði, getur við reynt að tala við þessa konu? Og ég bara, hvað? Ég vissi ekkert hvað ég var að stíga inn í. Og ég segi, heyrðu, hvað er að? Hún sagði bara, það er bara reglurnar þannig, má bara vera einn eitthvað. Og ég man ekkert hvað ég sagði. En það allavega enda þannig að þeir fá að fara 3 saman og
síðast sem Bjössi sagði, hann sneri sig við og sagði bara, ert þú fucking Jóta eða, þú veist. Þannig að þeir fóru þrír Þeir feðgarnir. fóru þrír og þetta var auðvitað bara mögnu upplifun og þú veist, þannig að þó svo hafi ekki orðið Liverpool-leikur, þá var þetta magnað og það bara hélt áfram. Þetta var hans næring öll árin, alltaf. Hann safnaði fótboltaspilu. Ég var mikið að þvælast á milli Svíþjóðar og Íslands út af doktorsnáminu og keypti alltaf fótboltaspjöld og eitthvað svona. Þetta var bara lífið, sko. En hvað, hann ég man eftir að hann var halda FIFA-mót, ég las það einhverjum köflum sem ég las, og þá lagði hann mikið í það að stofna til mikils mannfundar og var með FIFA-mót heima. Segðu okkur aðeins frá því. Það var, sko, ég held 2014, held hann FIFA-mót og planaði það bara og ég held að við erum með 50 manns eða eitthvað og 3 hæðum að spila og öllum aldri og það var alveg magnað og hafa með veitingar og svona eitthvað og þá var hann í 3. sæti og hafa með, þú veist, vinninga, hann fengi hjá strákurum í Jóa og alls konar, hafa með vinninga og svona, þá var hann í 3. sæti og svo var 2015, þá kemur náttúrulega út nýr FIFA-leikur og hann heldur FIFA-mót þarna bara 70 ára deyr. Sem hann búin að vera að undirbúa alveg síðan hann hélt síðasta móti. Já, hann var búin að, þú veist, það mér segja, þú veist, hann var alltaf svona elska að hafa lindamál og einhvern veginn baði mig að, þú veist, hann sagði bara, einhvern daginn sagði hann, mamma, gamalt fólk er svo frábært. Og ég bara eitthvað, ok, þetta er svo out of the blue, ég bara, já, ok, hvað, nei, ég get ekki sagt þér það núna, og svo 20 setna eitthvað úr að fara eitthvað og þá förum við það er búð sem er einhvers staðar rétt hjá, svona með byggarabúð eða álitrannu eitthvað svona alls konar. Já. Og þá er Benjamin panta byggar og látið grafa á hann Benjamin-leikarnir 2015. Þetta átti að vera farandbyggar. Og það sem hann meinti var það að maðurinn sem átti þessa verslun þá, eldri maður, að hún fannst þetta svo töff framtækja Benjamin að hann gaf honum byggarinn og svo fórum við eitthvað og Benjamin tók í höndun eitthvað svona og við fórum út í bíl og þá svo horfði hann á mig með þessum glittrandi augum og sagði bara skilur núna hvað ég segi að gamalt fólk er svo yndislegt eitthvað svona og fannst þú veist þannig að þú veist hann var alltaf einhvern veginn þú veist svona sá alltaf þú veist það fallaði fólki og svo var hann með, þú veist, einhverja köku með einhverjum Liverpool, þú veist, einhverjum mynd, einhverjum Liverpool, hann var alveg bara með þetta, sko. Ja. Og það var eitt sem að stakk mér svolítið með þetta síðasta mótans sem að, er eins og segir, bara 70 ára hann deyr. Að hann var búinn að, eins og hann þekkti sitt ástand mjög vel og svona, þá var hann búinn að svona óskæfti því að hann til þess að geta verið í sínu besta formi á meðan á mótinu stæði, hvort að læknarnir væru, þú veist, að gefa hann næra mikla stera eða hvort hann þyrfti nýtt blóð eða svona, hann var búinn að vera með hugan við þetta og segðu okkur aðeins þessa sögu, hvernig það var. Já, það náttúrulega þarna, þú veist, hann var búinn að vera undirbúið þetta lengi og hlakkaði rosalega til og einhvers þar, þegar ég horfið tilbaka og þá séu þetta bara einhverstað vissan, hann vissi einhverstað var ekki langt eftir, að því að síðustu jólin 2014 að þá gefur hann okkur svona, þú veist, hann þoldi ekki að föndra frekar heldur ég, hann var alveg sjúklega leðilegt og hann var ekki kannski flinkur í því frekar en ég. En einhverstaðar hafði hann fengið einhverja 10 brúður svona á leikstofunum spítalanum sem hann hefði síðan teiknað eða litað og gaf svona þeim í fjölskylduna að þá svona lita viðkomandi eins og viðkomandi leit út og gaf í jólagjöf og síðan gaf hann okkur í fjölskyldunu hverjum sig ljóð og þú veist hann bara sem hann skrifaði bara sjálfur og það var einmitt presturinn tók þau upp að það var svo einlægt bara eitthvað svona mamma, þú ert sæt og fyndir og skemmtileg, þú sitt með athyglisbrest og elskaði eitthvað svona, þú veist. Og þannig einhver staðar maður horfði tilbaka, þú veist, þá, þú veist, vissan einhver staðar að það væri ekki langt eftir og þó svona ekkert mist vonina. En þarna í raun og veru hann að undirbúa þetta og þetta, þú veist, og svo í, þú veist, þannig það allt einhvern veginn tilbúið, en hann búin að vera alltaf verða, þú veist, verkjaður og svona þurfti að fara ekki súröfnu
og þú veist, hafði enga orku, þú veist, ég var fann að, þú veist, gerði samning við hann að, þú veist, að ég og pappa hans þegar hann væri hjá okkur að við mættum, þú veist, halda á honum, hingað og þangað en þú veist, hann vildi líka fá haldið sjálfstæði, þannig að bara til að spara orku og svo var hann með alltaf með, sko, sem sagt, blæðingar úr endaþarmi og það var, það voru þarna páskar og ég var einhvern veginn búin að segja að það væri að taka blóðpröf, að þegar hann fann að tala um það, hann segi, ég er eitthvað svo slappur, ertu vissum ég sé ekki lári blóði. Svo einhvern veginn verður einhver miskilningur eitthvað og það einhvern veginn er verið að skoða einhver eldgamla blóðpröf. Það var bara því miður, svona gerist. Þannig að hún var þetta mikið í mun að vera í sínu besta formi og það síðan að það, þú veist, spurningu að auka stera og eitthvað svona. En allavega það einhvern veginn bara lítur ágætlega út, héldum við og hann síðan, svo erum við þarna, þetta á, ég held að þetta sé á sundi. Þetta eru 60 mánuði og við lögum þetta sundi, maður ekki. En þá allavega þetta FIFA-mót og hann var mikið bara inn í herberg, eða þú veist, milli leikja, sko, og svo mjög ólíkt honum og náttúrulega þrjótt á sterum og það kannski 50 manns í húsinu og allir eitthvað, þú veist, það mikið álag. En hann var síðan, þegar mótið var búið, hann búin að setja, þú veist, svona stóra fötur, stóð FIFA-mót, Benjamins, 2015, að halda aftur haustið, þegar nýju leikurinn kemur. Það byrjaði að safna í fötuna. Já, hann ætlaði að hafa, hún var svo hallarslegt að væri svona, þú veist, eitthvað á einhverjum börum, eitthvað alltaf kaldur og krana, hún var alveg glata, hann bara, akkur þetta ekki fyrir börn líka, hann ætlaði að hafa þannig. Hann ætlaði bara að láta borga smá inn og hafa, þú veist, ekkert kaldur og krana, bara hafa eitthvað svona safa, getur maður fengið og kökur eða eitthvað. Og þannig það var alveg, hann var alveg, þú veist, hann var ógeðslega ófeimið þannig, hann bara með þessa föt og bara, þið vilju styrkja og mæta á FIFA-mót í haust, þú veist, eitthvað í október þegar það kemur nýr og en svo þessi dagur og bara mikið að vera og svona og hann rosa mikið hann inn í herbyggja bara með Rakel systir minni, mikið að hlusta tónlist og hlusta á lagi sem með Wiz Khalifa sem úr held ég myndinni sem ég man ekki hvað heitir það er svona, þú veist, it's been a long day, þú veist. Og hann svona slappari þarna heldur en hann hefði viljað vera. Og hann svona, svo bara að fara heim til mín, sem sagt, þetta voru með þetta í húsuna sem pappans bjó. Og hann eitthvað svona, þurfti eitthvað mikið að tala kvöldi og sagði bara, ég bara skil ekki ekkur, ég var svona slappur og eitthvað. Og naut þess ekki alveg nóg mikið og hálf skammaðist einhvern veginn fyrir það, eitthvað, krumpi með það. Þannig ég ákveð bara morgun að hringja í hjúkkun okkar og hann byrjaði að fá smá, hann var búin að samþykkja að fá smá þjónustu heim. Hún fannst að við, þú veist, hann vildi alltaf hafa þetta aðskilið bara. Spítalinn var bara veikur og heima þegar maður nokkuð frískur. En þarna, þú veist, voru reyna einhvern veginn að, þú veist, hann þyrfti ekki alltaf að fara niður í þetta. Við vorum alla greiður heima, sko. Og hann var búin að samþykkja að maður taka blóð heima sem var gert. Og kannski svona klúður sem að þú veist, það glemdist að segja krökkunum okkur frá því þegar Nikols kemur heim ykkur aðstór stræt og eitthvað úr skólanum og þú veist, allt eitthvað dimmt og sé bara, þú veist, það sprungi æð, þú veist, það hjúkan tók blóð og það var einhvern veginn bara blóð yfir allt og Nikols sér ekki, Benjamin sé bara baki á hjúkun og hann bara alveg snýr við á punktunum bara, þú veist, bara held að bara Benjamin bara þessna dáin. Nú hefur verið brúðið. Já, rosalega sko og en svo, þú veist, svo bara hringi hjúkan í mig seinnipartina undir kvöld og eitthvað svona, þú veist, og það er ekki við neitt að sakast, þetta er bara raunverulegir svona, það er ekki ekkert að kontrollera allt, það er bara þannig. Og hún einhvern veginn svona í kleinu eitthvað, reyna að vera eitthvað hress og bara, jæja, það er nú bara blóðgjöf í fyrramál eitthvað. Og ég bara eitthvað, þú veist, ok, hvað var inn í hemoglóbínu? Það var hann 81, sko, ég menn 81 er þetta bara, þú veist, þú ert í krabbameinsmeðferð þá, þú veist, 85, þá þarf þetta að fá blóð, þannig að, og ég einhvern veginn að reyna að stramma mig upp eitthvað, þú veist, bara þú veist, vitandi það innan í mér að hann mun ekki líklega lifa það af að halda þetta nýja FIFA-mót, sko. Og hann var rosa svektur að heyra að hann hefði verið með 81 því að hann var búin að biðja að láta tjekka til þess að væri hægt að vera með bara svona eins góða heilsu og hægt væri á þessum degi. Já, ég meina þarna langaði mig bara skall einhvern, sko. Það er bara, þú veist, þetta var eitt af því sem ég fannst hrikalega erfitt að sita með hann, að því að hann álasa aldrei neinum og en bara ég sá bara hann brotna einhvern veginn að innan, að því að hann vissi líka einhvern veginn innstinni og hann bara verður svo svektur, hann bara eitthvað 80, bara mamma, hvað, þú veist, þau voru búin að lofa og ég einhvern veginn siti eitthvað að reyna að vera,
þú veist, huggabarni mitt hana sem að þú veist, ég veit að mun ekkert halda þetta FIFA-mót í október og horfandi bara á, þú veist, og hann sem aldrei barmaði sig, aldrei, og svo bara hann einhvern veginn svona, bara eitthvað lippast í fangjaðum og bara fyrir að hágráta með ekka og þarna ég var svo reið, sko, ég bara trilltist það innan, en án þess gæti auðvitað ekkert sýnt honum það, þú veist, en hann fann upplifa þarna að væri ekki alveg nú vil hlusta á hann, sko, og ég var sammála því og þannig ég tók, hann fór í blóðgjöf daginn eftir, ég tók fund með teiminn á sig, ég var rosalega reið, sko, ég var alveg, við bara förum út með hann, bara býðum eftir lungunum þar, þarna var hann búin að býða eftir lungum í rúmt ár, svona 14 manni og Og varst þú farin að, eins og þú segir, varst farin að hafa tilfinningun að hann myndi ekki geta haldið þetta FIFA-mót þarna í október. Já. Varst þú farin að fá tilfinningun að hann myndi ekki hafa það að bíða eftir nýjum lungum sem að getur tekið langan tíma? Já, ég meina það var, þú veist, að því að, sko, ég einhvern veginn dett svona inn í eitthvað svona raunveruleika þarna, eiginlega svona þessa síðustu viku, bara allt í hún sé, bara barnið áttam á að, þú veist, þó hann hafi verið metin hæfur til lúnaskipta 14 mánuðum áður, það er alveg kalt mat, sko, þú farið ekki eitthvað svona býð eftir lungum eða þú getur ekki lifað lúnaígræslu af, en ég veit allt í hún bara sé allt í hún bara, þú veist, hann eitthvað í standi í dag til að fá í lungu, sko, ég bara, þú veist, það hún fer hratt trakandi síðasta mánuðin, sko, þannig að þarna bara komin eitthvað svona, þó svo ég hef alveg haft von, en þarna ég samt bara svona, verður svona ákveðið reality check, sko. En hvenær varð honum ljóst að það styttist í endalókin? Þú sagðir á hann að þú hefur fengið svona eftir á, þú leist tilbaka, þá hafður svona þessi ljóð sem hann var að gefa okkur í jólagjöf og svona, þetta að vera svona merkjum að hann væri með þetta á tilfinningunni, en veistu hvenær getur þú sett fingur á það, þú veist, hvenær honum verið ljóst að hann sko sé ekki að fara verða mikið eldri? Það eins sem hann tók. Já, það svoleiðis. Þá vissi hann það, þá veit ég að hann vissi það, sko. Að því hann sagði það bara. Hann sagði við mig bara og búin að tala þarna alveg alla þessa viku, mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag og svo föstudag. Þetta svona fór varlega inn í það, þú veist, að bara lífið og eitthvað svona og mikla pælingar og hann finnst hann vera þunglindur og náttúrulega börn sálfræðingar kannski nota svona hugtök sem önnur börn kannski nota ekki og við vorum búin að ræða það, þú veist, hann samt alltaf í voninni að ég sagði hann, þú veist, hvort hann myndi kannski vilja fara þunglindasli, bara fullt af börnum sem að, þú veist, það fólki bara og var ekkert óeilt við það, maður bara dapur og hann bara, já, ræddi það við teimi sitt á þriðjudeginum, blóðgjöfunum bara, við mamma vorum að tala þessu mál, ég bara svolítið þunglindur og hann ætlaði að hitta vinkonum sem sálfræðingur, hann bara, já, ég vil það, eitthvað svona. Og samt ótrúlega glaður og sagði mér frá því að hann hafði hugsað að stinga hníf í magan á sér og þú veist, hann var alveg þannig gerður, sko, hann bara sagði bara, hann búin að segja mér það og svo fannst honum það skipta máli að segja þeim það og sagði, heyrðu, ég vildi bara svo segja ykkur að ég var nú að hugsa að bara stinga hníf í magan og þau bara, en sagði þetta alveg án skammar, sko. Og Þannig að hann hefur einhvern tímann á þessum tíma verið að upplifa að eru nú verið sjálfsvíkshugsanir. Sko í þeirri merkingu eins og hann útskýra fyrir mér að það var í raun og veru þetta og það var hlutað sem ræddu svo mikið að þessa síðustu daga að það var sko í raun og veru ekki þetta hann langaði að deyja, hann var raun og veru bara að lýsa tilfinningunum sínum hvernig hún var að fara að líða svona svolítið, hann hafði bara kannski ekki endilega orku þú veist þannig að nei, hún langaði ekki að deyja í þeirri merkingu heldur meira svona þú veist að pæla í að, þú veist, og hann sagði það, þú veist, að því við ræddum það, þú veist, að sumir langaði ekki alltaf að lifa áfram og við vorum bara ræðið út frá þeim forsendum að maður gæti farið þannig líðan að maður hefði kannski ekki alveg orku að lifa lengur, sko, en hann var ekki suicidal í þeirri merkingu, sko. Þannig að það í raun og veru þannig síðan bara 50 kvöldið raun og veru þegar hann fer að tala þetta, kannski verða væntingarnar ekki, þá var hann samt alveg með það þegar ég fæ lungun, sko, ekki ef ég fæ lungun. Þannig að þá verður kannski, get ég samt ekki, þú veist, hlaupið og ekki spila fótbolta, en þá strax svissaði hann yfir ég, en ég geti nú orðið góður stjóri og það er nú flott að geta lappa upp stígan á þess að hósta sig í hel og klætt sig í sokka en svo á föstudeginum að þá
bara seinni partinn, þá segir hann að mér bara, en segir hátíð við mömmu, sko, vildi hringi mömmu, bjó hún ennþá fyrir vestan, spjallaði við hana og sagði við mömmu, ég vissi það ekki þá, vissi það nokkur dögum seinna, sagði bara, já, mamma, ég held að ég þurfa að pakka í töskur og flytja upp í skýin og og sagði síðan við mig, við lágum hana saman og vorum býð eftir lækning kæmi, sko, þannig að hann var bara svo rosalega verki og hann leiði svo illa og og þá segir hann við mig bara horfir á mig, við liggjum hana saman og segir, mamma, ég held að ég ekkert mikið eftir. Já. Og ég svona eitthvað, hvað meinur hann segir, mamma, ég held ég ná ekki að fá lungu mín. Þarna vissi ég, sko. Þetta svona kannski 2 letið. Lýstu fyrir mig hvernig var fyrir mömmuna að heyra þetta? Þú veist, það var auðvitað bara svona, hvað ég segja, þú veist, því að hann heldur síðan áfram, sko, og segir bara, finnst þér erfitt að ég sagt þetta. Og þú veist, auðvitað fara að leka tárin hjá mér og hjá honum og við einhvern veginn liggum svona eitthvað nef í nef og höldumst í hendur og ég segi bara nei. Ég segi auðvitað er leið, en ég er ekki leið og sagt þetta. Því mér er gott og talar þetta, mér er gott og búin að tala þetta allt. Og hvernig líður manni? Þú ert einhvern veginn á stað þar sem þú ert bara þarna samt fyrir barnið. Það er bara... En vissir þú þá að það veri sannlega rétt sem hann var að segja og varst að búað undir að það væri bara að fara að gerast á þessum dögum? Þetta ekki hugmyndu gerast þennan dag. Sko, Benjamin átti ekkert að deyja svona. Sko. Þá meina ég með hans sjúkdóm. Það kom í ljós seinna meira eftir hann var ekki krufin en eitt en það kom í ljós að hann hefur líklega bara haldið fast í að þurfa, sko það sem skipti hann máli síðustu dag að vera að tjekka á því þess að hann tók hann þessu umræðu að við erum sko, að það væri að því að hann myndi sleppa takinu. Já. Þannig að hann hefur líklega haldið í, rætti þetta við lækna hans seinna meira, að maður sér það stundum, fólk heldur í, þú veist, lífið og meðan það að svona kannski að klára eitthvað. Þannig að þegar raun og veru læknirinn að koma þannig, cirka 4-leytið þannig á föstudeginu 1. maí. Þá erum við nýbúin að tala þetta, sem sagt, hann talar að hann mun líklega ekki ná að hafa fá lungun. Og ég svara þessu sem sagt bara og þá, þú veist, þetta svar mitt einhvern veginn að ég sagði, þú veist, mér er svo gott til skam en þú hafi sagt mér samt, þú veist. Og ég vil að þú verður ekki að tala allt og þá byrjar hann að sleppa og segir hann setningu og þú veist, læknirinn kom inn og hún heyrði þessa setningu og hann segir bara allt í nú, hvað mér er létt að geta talað þetta, þú veist eitthvað hérna. Það minnur að hann verður að fá staðfestingu að þið verðið með það að hann sé að sleppa takinu. Og þarna bara, þú veist, bara verður bara einhverju 2 tíma bara, þú veist, hann verður verkjari, þú veist, við eigum að fara niður, svo bara fer þetta verða allt í svona bara rosa kaos, við þurfum allt í bara að fara að hringja sjúkrabíl, þú veist, að hann er svo verkjaður og fann að gefa frá sér svona hljóð sem að ég hef lýst seinna sem önghljóðum sem var rétt að því að hjarta hans var að byrja að þotna upp, sko, hann var komið svo kallar hægfara hjartabilun og hann deyr raunver úr svona, sko, öll líffærin voru bara að lokast, sko, þannig að þarna tekum við svona 2 tíma sem ég fannst bara svona eins og 7 mínútur og allt í einu erum við bara komin, þú veist, ég eitthvað hlaupa með hann niður stigan að inn í sjúkrabíla, það neita að fara á börurnar, þau voru búin að böðlast með börurnar upp á 3. hæð og voru reyna að setja upp æðalegg og það bara sprakk allt og til að reyna að gefa hann verkjalið, sko. En hann hafði samt, þú veist, að bara nei og bara ránkvaldi augunum og verkjum og bara, þú veist, nei, fyrir ekki á þetta eitthvað svona, svo ég hálf hljóp með hann niður og inn í sjúkrabíl og við einhvern veginn bara verður allt mjög akút, sko, og bara kannski klukkutíma eftir að við erum komin á spítala þá missir hann meðutund, sko. Já. Þannig að En hvað þú lýsir því í einu kaflanum að hann hafi sagt mamma, ég held ég þurfa að hvíla mig núna og það eru síðustu orðin eða hvað segðu mér, hvernig eru þessi síðustu orð og moment? Þau eru bara nákvæmlega svona það var, þú veist, en það var, þú veist, það sem var magna var að þú veist, á leið nýrtir þá byrjar að geta að gefa hún morfín og hann, þú veist,
slæra hans á verkjuna og svo erum við bara komin upp yfir og hann bara komin í smá morfín vími og bara, og svo færa hann sem sagt meira morfín og reyna að vera þinn út og hvað að gera og hann svona fyrir nú að hressast svolítið, verður pínu rugglaður og það vissi ég seinna, hann í raun og verið heilastarfsemin byrjaði að lokast þannig að hann var komið svona smá koldíoxíð eitrun og sem er að gera, hann var bara pínu svona hæ einhvern veginn, þú veist, sem var bara, þú veist, bæði þá og eftir á, ég hugsa bara þetta kemur kannski illa út í að segja þetta en ég er mjög þakklátt samt fyrir hann var í þess konar ástandi ég skil það að hann var bara pínu rugglaður og svona eitthvað en þá mitt fyrir hann að skamma mig þannig fyrir að ég farið taugatun honum að ég hef verið hálf hlaupandi með niður og hann skynjaði eitthvað panikið sko bara þú ert eitthvað við mig eins og ég bara sé að deyja eitthvað og svo bara verður raun og veru að ég er þarna eitthvað aðeins ein og þau eru eitthvað pæli hvað að gera eitthvað en hann er áfram með svo ofsalega háan púls að það er ákveðið að reyna að setja svona legg utan á kviðin til þess að geta gefið honum lyf í gegnum. Maður var ekki, þú veist, vildi ekki vera að setja upp nál, það gengið svo illa. En þá er raun og veru bara, þetta var svona klikkað moment sko. Hann einhvern veginn búin að vera einhver ruglugangi eitthvað og spjalla eitthvað og tala þetta hvað ég var pyrrandi eitthvað svona og en svo leggst hann við erum svo bara eitthvað fyrir ránkvælu ögun og bara búin að fá meira morfín og segir eitthvað svona æ mamma og eitthvað að reyna að segja eitthvað og eitthvað samhengislaust og eitthvað svona reyna að tala við hjúkun eitthvað helmingur og þá hann heyrti eitthvað sem við vorum að tala og en svo bara segir hann bara horfir hann á mig og segir bara æ mamma skiptir ekki máli bara segir þetta bara morgun og segir bara, þú veist, ég er bara svo rosalega þreyttur núna og ég ætla bara að hvíla með þess núna og það er bara síðast það sem hann segir en það í sömu andra einhvern veginn komaðu inn þú veist, og gefa honum þarna eitthvað róandi í mann þú veist, hvernig er svona fyrir mömmu að þú veist, einmitt síðustu orðin bara, það er eitthvað sem að þú heldur væntanlega í bara, núna er 10 ár síðan þetta var og þetta er ennþá það síðasta sem hann sagði við þig og meina, er þetta ekki bara einhvern veginn, þetta er bara, skiptir ekki máli hvað það er, en bara það sem hann segir, það sem er síðasta sem hann segir á sinna ævi, er það ekki eitthvað sem þú hugsar oft eða? Jú, að því að eftir þetta, þá einhvern veginn, þú veist, það sem að þessi orð gáfi mér rosa mikið alveg í alvörunni, sko, ekki bara eitthvað svona sena Instagram shit, sko, heldur bara, við eigum ekkert enn til alltaf á morgun, þú veist, og við getum þetta ekkert alltaf gert allt, en samt, einhvað síður, þú veist, að þeim er þetta, þú veist, ég er svo þreyttur núna, ég ætla að hvíla mig núna, þú veist, ég segir þetta bara morgun, þú veist, það er bara svona, við vitum ekkert hvort við eigum á morgun, og það, þú veist, þessi orð einhvern veginn hafa orðið eitthvað svona, fyrir mér bara, þú veist, ég hef alltaf verið fyrir eitthvað svona kannski lífsglöð og notið lífsins alveg en þetta fyrir mér er svona eitthvað, þú veist, ef ég þrá að gera eitthvað, þá bara just do it, sko. Þannig að Ekkert vera að fresta til morguns einhverju sem að ekki eitthvað sem að, nei, ja, nema skúra eða eitthvað svona, þú veist, það er alltaf læg. En þið, í bókinni þú talar eitthvað svona eins og þið ræðið eitthvað Nangiala eins og í Bróðum Ljónsjarta. Getur þú sagt okkur aðeins frá því? Já, sko, ég er náttúrulega bara, þú veist, þetta gerist svo skyndilega, hann missaði þarna bara meðutund. Leiður raun og við það bara að vera að sprauta inn þannig að þessum lyfjum til þess að reyna að róa púlsinn. Að þá bara missa hann meðutund og ég bara sé hann bara einhvern veginn, þú veist, lippast niður og skríði uppi til hans. Og þú veist, í þjóknarbliki einhvern veginn segir við hjúkuna, bara hringdi Bjössa, þú veist, bara, og bara, þau voru að koma bara núna, sko, og þau voru á leiðinni, en það var eðlilega erfitt fyrir krakkana, þú veist, allt í einu þau eitthvað nýkomin skólanum, eitthvað bara, heyrðu, við þurfum að fara upp á spítala og það var svona, þú veist, en þannig ég leggst bara uppi til hans og bara byrja bara eitthvað að tala, þú veist, ég man ekkert eftir því, sko, eða þú veist, ég man alveg eftir, ég fór inn í hans einhvern veginn, það var svona, laðist einhvern veginn og vissi bara, ég var að fara að gera eitthvað svona alveg magna dæmi sem ég gæti ekkert útskýrt og vissi ekkert hvað, en þú veist, þess að var að síðast þess að ég sagði heldur við hjúkuna bara, hringdu upp, þau verða bara að koma núna og svo bara byrja ég einhvern veginn að fara inn í hans einhvern hjúp, við erum bara þarna tvö eitthvað saman og
og ég fer bara eitthvað að tala veit ekkert hvað ég tala í byrjun. Veit að ég sagði þeim alltaf frá því þegar einhver kom inn, þau komu náttúrulega bara að það mjög fljótlega, pappans og Nikulás og Hrafnhildur og þau koma upp í, sem sagt, krakkarnir líka. Man ekki hvort að Bjössi var til fóta eða hvernig sem var, við vorum annað eitthvað í hrúi og svo bara koma, afar og ömmur og svona ýmislegt. Og og ég einhvern veginn alltaf, er bara í einhverju mónólóg, sko, eitthvað bara, tala eitthvað svona bla 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 og bara, já, ég skal mér nú þessi komin og sé alveg hann svona fyrir aðeins upp út valan, ég sé það bara á mónitornum, sko, en hann var rosalega friðsæll bara og svo einhvern veginn fer ég að tala hann Nangiala, ég veit ekkert að hverju ég byrja á því, bara, einhverstað var hlutverk mitt samt þannig, þó að maður getur talað eftir á, en í þessu augnabliki var það bara ég var bara einhver svona special project að koma barninu mínu, ég vissi alveg hvað var að gerast, að einhvern veginn hvað maður að segja, færa hann yfir eða hvað maður að segja, án þess hann hræddur, að ég náttúrulega unni með fullt af fólki sem hefur átt aðstæður sem hafa verið að deyja og fólk fær oft panik og svona, nú var hann alltaf meðvitundalaus, en ég einhvers þar inni mig bara að, átti hann að fá að fara kveðja óhræddur og svo ég fyrir að tala um Nangiala, þú hefur nýlega horta á bróður minn Ljónsherta og þetta var, og enn þetta í dag, eina af mínum uppáhaldsbóku, ég lesi hann örugglega meira en 100 sinnum og ræddi bara það, og í Nangiala mætti maður gera hvað sem og það væri bara þetta, geti ég til nagga, ég maður elska chicken McNuggets, þegar ég fór til Svíþjóð kom ég alltaf heimir svona 27 nagga, kalda nagga sem við hittum í örbylgjófnum alltaf Benjamin. Þannig að, og það einhvern veginn svona, þá fer ég aðeins að detta inn, sko, hvað ég að tala þess að 2 tíma undan, ég hef ekki hugmyndu það, bara eitthvað, og ég skynja síðan að, að hann var ennþá með maskan á sig, súrefnismaskan, og ég einhvern veginn skynja, hann bara fyrir, ég var einhvern veginn þannig inn í verund svona míns að ég skynja bara, þetta bara eitthvað fyrir og hjúkan okkur skrúa fyrir. Í minningunni þá hélt ég hefði skrúa fyrir en ég fekk að vita seinna sem betur fyrir, það var ekki þannig. Af því að í þessu augnabliki var það eðlilegt að skrúa fyrir eftir á. Það fór þetta ég að hugsa og Nikulás minn sem svolítið líku mér í hugsun, bara, bara voru við bara eitthvað að kæfa eða eitthvað. Augnablikur var þetta rétt og ég fekk að vita seinna að heilin var ekki að taka móti súrefni sem lífsbjörg. Hann var bara fyrir. Þannig það skipti engum máli hvort hann var með súrefni ekki, heilin var bara búin að loka fyrir raunveru. Og var búið að segja ykkur þarna að þetta veri stundin til að kveðja Benjamin? Nei, þurfti ekki að segja. Nei. Það var aldrei talað það. Það bara gerðist. Og það sem var kannski magna var að mánuð 5 vikum ára hann deyr, þá voru búin að hafa fund með teimir okkar og prestinum hvað ef áþekkar aðstæður kæmi upp. Ætti að setja hann í vélar eða eitthvað og ég man þetta og við einhvern veginn sátum bara, ég og Bjössi og við þurftum ekki eins og að tala sama, og ég sagði bara nei, bara að setja Benjamin og halda hann lífi í vélum aldrei. Það bara, þannig að þegar þetta moment kemur upp, þá enginn sem spyr okkur, það hvarflar ekki einu svona að mér, það ekki fyrir mörgum vikum seinna að mamma segir eitthvað í símtali, já, mikið var nú gott að það var ekki ákveða, hann hefði alveg getað sett hann í, það hefði hægt að setja hann í öndunum vel eða eitthvað, hann kannski lífa 1-2 daga, en fyrir hvern. Þá hugsa ég bara, vá, það hugsaði enginn það. Það bara, það vissi einhvern veginn allir, þurfti ekki að segja það. Þannig að vissu allir að þetta væri bara að klárast. Og Líka systkini hans. Já. Nikulás og Hrafnhildur, þau eru komið á spítalan vissu að vera að kveðja Benjamin. Kannski ekki alveg þau eru komið á spítalan, en og það var, eins og ég segi, það var einhvern veginn ekkert sem var sagt þarna. Ég fekk síðan að vita eftir á þegar Benjamin dáinn í raunveru, að þá fyrir ég svona detta inn í rýmið, sko, og þá segir systir hans Bjössa, segir mig, takk eitthvað fyrir að gera þetta svona fallegt. Og að því ég var bara í þessari kúli þannig einhvern veginn, bara eitthvað að tala eitthvað og ég veit ekkert hvað, ég bara man eftir þessum andlitum við fótendan, eitthvað hafði ekki hugmyndum að það liðið 3,5 tími, sko, frá því að misti meðutund þangað til hann deyr. Og fór hann yfir til Nangiala á meðan að þið láguð í rúmunni með honum?
Já, ég meina en að gela það hvað þið en það svona eitthvað sem auðvitað fólk heldur í sig bara skrýtnari heldur ég þegar ég segi frá því að þú veist, ég einhvern veginn hvort sem copinglið ekki skiptir mig engu máli að ég einhvern veginn kemst inn í eitthvað són þarna sem ég upplifa, ég sé einhvern veginn að labba með hann svona eitthvað í bara lítinn unga hérna í fanginu og sé eitthvað ljós og ég ekki að segja að ég hefði fengið að fara með honum hinum megin sko, ég veit það ekkert hægt að útskýra eitthvað rök skiptir ekki máli að því að það sem bara, þú veist, og einhvern veginn bara labba með hann og sé ykkur að veru þarna hinum megin og þú veist, við endan ykkur ljósi og fæ ekkert að sjá andliti, bara svona hávaksin vera eitthvað Og upplýður að þú hefur raun og verið afhentan hinum megin yfir og bara vaggonum alla yfir í bara fangið á þessari veru og svo einhvern veginn bara detti eitthvað inn og bara horfa á fólkið sem allt í einu fyrir að sjá fólkið sem hana og horfa á mónitorinn og vissi bara að maður farið sko. Þannig endaði það í raun og veru og Hvernig í raun og veru að þetta bara hinsta kveðja hreinlega ég segi bara yfirgefa spítalann þú farið á spítalanum án hans og hann bara svo tilfinning örugglega eitthvað sem að þú manst mjög vel eftir eða getur þú sagt okkur eitthvað frá því? Nei, nefnilega ekki. Ég get sagt þér frá því en hins vegar að því þar kannski tekur ákveði við að sko þú veist, við eitthvað tökum myndir á honum og þú veist, hann var alltaf með snuðin sín sko, það var svona hans þá var hann 11 ára, næst í 12 ára það var þetta hans bara, hann skammaði sig mikið fyrir það en við rættum það bara, það var svona hans soothing thing sko, ég vildi að halda þeim bara þannig við, þú veist, bara einhvern veginn settum snuðin og eitthvað og svo tekum við bara, þú veist, annað hlutverk sko, að og það, þú veist, sásaki kom ekki til mig fyrir svona 2 árum seinna að því ég auðvitað með síðan bara 2 önnur börn sem ég þarf að fara heim með þú veist, og þau voru hjá mér á þessum tíma og ég held að ekkert verið eitthvað svona pæling, ég man bara eftir að fólk bara fór eitthvað svona, þú veist, ég örugglega faðma alla eitthvað svona, ég veit ekki en þú veist, svo fer maður bara inn í hitt hlutverkið, þú veist, ég er að fara heim með hinn 2 börnum mín og og þá einhvern klipp á, eitthvað svona undarlegan hátt, þú veist, við vorum síðust að fara, sko, og klukkan orðin svona eitthvað 1 nóttin, eitthvað svo leys, 12:30, hann deyr korter yfir 11, það er opinber svona dánarstund, þannig að það einhvern veginn, eins fáránlega og leikskólarkennarlegt og hljómað, það var ekkert annað í boði, ég bara þurfti einhvern veginn að bara halda utan hann að hinn börnin mín 2 þannig að þú veist þannig að sásökin að skilja Benjamin eftir, það var einhvern veginn þú veist, ég gat bara ekkert borið, ég gat ekkert leyft mér einhvern veginn að fríka út þarna sko, þannig að við förum síðan heim og þú veist og ég hugsa oft það, þú veist, bara thank God að við létum hann ekki deyja heima, það áttu eitthvað að fara að agitera fyrir því, eitthvað svona romantist að láta Benjamin deyja heima, ég sagði bara nei, það er, þú veist, börn mín þurfa að búa síðan þarna, þú veist, og þessa fyrstu nótt að þá sofum við öll 3 saman í rúminu sem ég og Benjamin sváum alltaf í og bara það, ég bauð þeim hvort þau vildu sofa með sænginast, þau bara, nei, það er eitthvað creepy bara, þú veist, hvað það ef hann bara dáið hann í rúminu, ég bara sagði, nei, það er ekki að vera að gerast, þannig það raun og veru tekur ákveðin tíma síðan, svo kemur hjúkan okkur daginn eftir hann deyr og hringdi mig, vildi fá eitthvað föt til að klæða hann í og ég er svo glöð að ég var bara í einhverju sóni bara og ég kunni ekkert á það, ég vissi ekkert hvort það var reglan ekki, hvort að við ættum að fara að klæða henni, hún eiginlega tekur af mér völdin svolítið á mjög góðan hátt sko, hún klæðir hann í, ég fann bara til föt og ég var einhvern veginn bara ennþá hugsa börnin mín og einhvern veginn bara að láta fólk vita og eitthvað svona, þetta var bara mjög grillaður tími. Þannig við sjáum ekkert Benjamin aftur fyrir alltaf ekki verið svona 2-3 dagar eftir að hann deyr, þá förum við á fund með presti og svona og þá hittum hann í kistunni og í Liverpool rúmfötunum með boltan og allt svona sem við höfum týnt til og búa rosalega fallega hann
og Hvernig var svo sjón og svo upplifun að koma þarna sjá hann aftur 2 dögum setna? það var bara, þú veist, það var bara yndislegt sko. Þú veist, að því við höfum einhvern veginn, þú veist, það var allt eins og átt að vera, þú veist, það var með fótboltaskona sína, þú veist, þau voru upp á sænginu sína, kottan sinn, fótboltan, þú veist, einhverja fótboltabánsa sem að, þú veist, þannig að það var raunveru ekki fyrir kannski þegar kistulagningin það var rosalega erfitt, það var miklu erfiðar einhvern veginn að þann hátt að bæði sé ég, og ég veit ekki alveg hvort ég að segja þetta upp á þetta, því ég svo sem ekki sagt af neitt að ég sé núna af hverju hjúkkan okkur vildi klæða hann í sko, vegna þess að hún vildi fá rúllukrából á hann og og ég auðvitað pældi ekkert í því en ég sé síðan og passa að setja sængin yfir, ég sé síðan hérna aðeins á úlliðinu hjá honum sem þetta orðið svona svarblátt líka með auðvitað brotna niður mjög hratt sko. Þannig að, og það eitthvað sem ég hélt bara fyrir mig, það situr rosa í mér ennþá, því það var svo rosalega raunverulegt að þarna var fallega barnið mitt undir sæng með allt sitt, leit bara út eins og hann væri hérna sofandi, en svo sé ég samt þarna, þú veist, eitthvað sem ég veit að bara líka með hans að brotna niður, sko. Dauðinn. Og síðan í raun og veru þetta að setja lokið á kistuna, það eitthvað sem fólk mismunandi sko. Ég eftir á ekkert rosalega vissum að ég hefði vitað fyrirfram, mér finnst rosalega erfitt að við setjum þannig að lokið á kistunans og svo fáum við einhvern svona lykil til að læsa. Það fannst mér rosalega grillað eftir á. Ég bara, þú veist, í mómentur var mjög fallegt og allt það, en eftir á, það var samt það kannski bara ég, mér varst einhvern veginn svona, svo, þú veist, ég einhvern veginn þú veist. Læsa hann inni? Já, þetta var bara svo, þú veist, endanlegt eitthvað, þú veist, bara, þú veist, að setja, þú veist, lokið á og ég mun aldrei sjá andlita barnið mín aftur, aldrei. Og þetta einhvern veginn, það læsa verður einhvern veginn svona, þú veist, ég bara svona svolítið skrítin í hugsun, kannski engin sem pældi í því nema ég. En það var svolítið skrítið bara. Já, ég get ímynda með það. Það mjög erfitt að ímynda sér hreinlega eins og ég var að spyrja með síðustu orðin og sjá andlitið í síðasta skipti og svona, þetta bara þessi moment sem að enginn getur sett sér í þessi spór á þess að reyna það sjálfur. Sem betur fyrr, veist, í alvörinni. Það oft sagt að, þú veist, þegar maður, þú veist, að missa barn einhvern veginn og þennan hátt, þá verður líka bara, þú veist, þú verður svolítið einn einhvern veginn, þú veist, það meina að þann hátt einn með þessar tilfinningar vegna þess að þetta ekki eitthvað sem þú eitthvað situr að deila mikið með fólki vegna þess að þú vilt heldur ekki. Ég vil ekki til dæmis, eins og ég hugsa núna, ég alveg hjartan bara, ekki Froster fara heim til sín og bara knúsa börnin svona eftir. Það hefi, að því þú situr einhvern veginn fórti innsýn inn í eitthvað sem þið langar ekkert að hafa innsýn í. Þú veist, mann langar ekkert að hafa innsýn í þann raunveruleika að svona getur gerst og það sásökin þú veist, bara þess eðli sem að, þú veist, ég segi aldrei við fólk, þú veist, neð, þú getur ekki ímyndað hvernig mér langar ekkert að grafíst að lýsa því heldur. Það óþarfi. Þá myndum við bara hætta eignan spött, skilur við. Ég bara, þú veist. Það einhvern veginn samt, það svo forvitnilegt og áhugavert að heyra hvernig fólk fyrir gegnum svona. Það eins og þín reynsla og það þess vegna þetta það erfiðasta sem maður getur ímyndað sér að kveðja barn og það auðvitað eins og oft sagt bara að það að versta sem fólk getur gengið í gegnum en ég velti fyrir mig sko að vera mamma Benjamins og hann veikur þetta lengi og svo að þurfa að kveðja hann þegar hann 12 ára þetta hefur auðvitað pottitt einhver svona mótandi áhrif á þig sem manneskju að vera í þessu hlutverki. Já. Hvernig, ef að þú verið spurt, getur þú lýst því hvernig manneskja þú ert vegna þess að hafa farið í gegnum þessa reynslu? Hvað áhrif þau eru haft á þig? Ég veit það ekki. Eða þú veist,
Og hvað hefur þetta kennt þér og svona? Það sem hefur kennt mér það sem ég svo sem alltaf borið með mér í lífinu, þú veist, ég fengi að vita frá öðrum bara, þú ert alltaf svo lífsklu manneski og gerir hlutin eitthvað svona. Og það bara örugglega rétt, sko. Ég hef aldrei pælt í því að því ég bara heilanum mér einhvern veginn. En það sem að samt þetta hefur kennt mér, það er aftur þetta, þú veist, að Benjamin sagði þessu vitru orð, þú veist, fólk heldur oft í sig að glorifæða Benjamin. Ég bara eitthvað, nei, að ég sé eitthvað svona eftir á að sjá hvað var æðislegur. Þeir sem þekkja vita að það er ekki þannig. Hann var bara svona sérstök manneski eitthvað. En hann sagði þarna 11 ára gamall, þá sagði hann einhvern veginn svona, var eitthvað, vorum ekki að tala um himnaríki og eitthvað það vera veikur, eitthvað svona fla. Og þá segir hann einhver svona í kjölfari svona, ég var að segja, þú veist, mörgum finnst það eru veikur eins og hann, eitthvað og hann sagði, já, en ég meina, maður getur samt að gaman að lífinu þrátt fyrir það eitthvað svona pældi því, maður myndi bara eitthvað, ég er veikur, ég nenni ekki að vera til lengur, eitthvað svona, hann hugsa alltaf henni. Svo sagði hann, maður er nú að lifa lífinu lifandi meðan maður er á lífi. Ég hugsa bara, hver ert þú? Þú veist, ég hugsa bara, þú veist, eitthvað tæplega torfál, hvað dettur svona upp? Þú veist, það kendi mig það, alveg bara, þú veist, það bara festi inn í mig þetta bara, heyrðu, hvað öðrum finnstu mig, ég hef aldrei verið sérlega upptekinn af því, en í dag þá er bara svona, þú veist, og ekki með eitthvað svona fuck you, eitthvað svona, eða þú fíla mikið farðu, heldur bara innlaglega, bara heyrðu, þú veist, ég ætla bara að fá að vera ég, þú veist, eins og ég og vanda mig samt í samskiptum og reyna að gera eins og ég get, og þess ég skýt upp á bak með það stundum, bara því er svo hvatvís, en hins vegar þetta, þú veist, að bara, þú veist, að eiga þetta líf og og mun eftir því, já, mun eftir því, þú veist, ég meina ég er hérna ennþá og það er kannski þetta með, þú veist, þetta lent í alls konar í lífinu, bara alveg, og eftir þetta, þú veist, og svona, og ég bara hugsa bara, nei, að þetta er bara, lífið er samt geggjað, sko, og ég meina, þú veist, ég freistaðist einu sinni til að þú veist, ætla eitthvað að tjekka mút hana, þú veist, og það er hlutaði sem ég mun tek í bókinu vegna sem ég finnst það vantar alveg þetta, það eru dagar sem þið langar bara ekki fara á fætur og það eru dagar sem þið langar ekki að vera hérna lengur og í augnablikkskvatvísi getur vel verið að þú bara einhvern veginn bara snappir út eitthvað og hugsa bara fuck it, ég get ekki meir að en thank God segi ég að það tókst ekki sem betur verið eitthvað fór eitthvað dramakast, ef ekki til dramakast, ég bara gati einhvern veginn. Reyndur þú samt? Já, ég gerði það og bara alveg í alvöru, sko. Og það var, sko, þess að segja mína skjólstæðingar, þú veist, að því ég hef alltaf skrifað mikið. Ég nota mikið, sko, skriflega úrvinnslu með mínu skjólstæðing sem er vinni gegn áföll. Ég segi alltaf mitt fólk. Ég segi náttúrulega ekki, kannski ég hef reynd að tjekka út, sko. Það er óþarfi. En hins vegar segi ég bara, ég vil að þið skrifið alltaf minna heldur meira. Af því það að fara í skriflega úrvinnslu er miklu erfið heldur heldur. Og ég hefði verið þarna, áður ég þarna 2016, sumarið. Það hefði verið að skrifa alveg intens þessa síðustu 6 daga. Eitthvað á Norðurfirði, sko, þarna í Tryggilsvík og þar. Það fengið lánað hús þar. Ég satt og skrifaði ein. Og einhvern veginn alveg að taka sálina á rönguna. Fer síðan heim, þú veist, keyri í bæinn, Reykjavík og er eitthvað bara alveg búin að átta mig ekki á hvað ég er búin á því, sko, sálarlega. Ég var náttúrulega búin að stíga inn í þessi skrif sem að voru gríðarlega erfið en jafnframt. Þannig ég var alveg eitt flakandi sár og svo var einhverju, þú veist, bara sambýlismaður með þáverandi sem að sagði eitthvað bara, þú veist, sem einhvern veginn bara, ekkert sérlega ljótt eða neitt, sko, heldur bara, sagði eitthvað sem einhvern veginn bara, og ég er ekki að kenna honum, alls ekki, hann kall greifi, svona ekkert um þetta. En það einhvern veginn var til þess að ég fór í hálfgerð svona katatónist ástand, ég hugsaði bara, ég bara get ekki meir, og einu sem ég hugsaði bara, get ekki meir, og og þú veist, skynsum eins og ég er náttúrulega alltaf, að börnum mér voru sjálfsögja heima, eru pappa sinn, og let hann fara að sofa bara og svo bara hrúið einhverjum pillum sem ég var með eitthvað í einhvern plastbóka eitthvað. Bara afadramatist, það var samt eftir að hyggja bara frekar hallarslegt, sko. Þú veist, þetta var mjög hallarslegt, þetta var samt mjög fyndið. Þú veist, ég veit þetta var ekki fyndið þannig, en guð minn góður, sko, þetta var svo hallarslegt. Að ég eitthvað leggst eitthvað upp á klósett uppi á okkur ríamottu með dúkku utan að spenja minnst, þú veist, eitthvað hérna alveg bara. Og bara hrúa í mig einhverjum töflum. Ég veit ekki eins og bara, þú veist, ég átti ykkur hérna svefli, vægsvefli og svona, en ég bara hrúa sér mig og svo
leggst ég bara kottan og ætla bara að deyja. Og og vakna síðan bara upp morgunin upp á bráðamóttöku. Og þá sagði mér samfélagsmaðurinn þáverandi að ég hefði einhvern veginn skrönglast niður, sko, því man hugsunna, því leggst á kottan, svo man í hugsunna, hugsa bara, djöfullin, get nú ekki bara að fara að drepast hérna, svo vaknar hann kall tuskan bara niðri og ég bara eitthvað dauð upp á klósetti. Ég til síðasta hugsun sem ég hugsaði. Svo kem ég greinilega, hann sagði mig það, ranglandi niður með eitthvað pokar, eitthvað, hann veit ekkert, hann var sænskur, hann var svolítið sérstakur. Að hann var svona svolítið kassi, sko. Hann fattir ekki alveg hvað að gerast og ég get ekki tala bara, ég eitthvað hérna. Svo hann ringir á sjúkrabíl, segir hann mér seinna, sko, og svo bara rankaði við mér, þannig að einhvern tímann, vakna bara, heyri bara bíp, bíp, monitor, hljósið það ekki vel, sé bara klukkun eitthvað 9:30 morgun og ég bara hvað? Og það sem ég hugsaði mest var og ég er svo hallarsleg, sko, þá hafði ég verið einhver svona neon bleikum æfingabuxum, og sem að ég hafði verið og svo hafði einhvern veginn sagt við hann, greinilega, hann sagði mér seinna, að hann að setja mér stuttbuxur yfir og þegar sæjist í gegnum æfingabuxur. Þetta skipti máli, sko. Og svo var ég eitthvað svona eiturgrænni, eitthvað svona hettupist og brewdog, þú veist, og einhverjum stórum ullasokkum og ég vaknaði, horfði bara svona, sá ég og ég bara, nei, hvurslags nú útgangur náður, þú veist, og svo bara ræddi ég þarna við geðlækni og annað og ég sagði bara, þú veist, eins og var ég þetta bara augnabliksmoment. Fór svo, lofaði því að fara upp og ég sagði bara, ég vil bara heim og lofaði að fara upp að geðdeild og hitta geðlækni sem ég gerði, seinni daginn og þar kannski kemur alveg gróði því að hafa unnið þessum bransa. Þú veist, þó sem ég hef ekki metið ástand mitt þarna, þessa klukkutíma og svo kemur þetta bara hvatvísis moment sem að ég bara, ég næ ekki, það engin rök, eitthvað enn hinn börnum minn, það var bara farið, sko. Það var engin rök, önnur bara ég gat ekki meir. Þannig maður fer alveg frá því að vera eitthvað svona bara svolítið tættur yfir það bara, þú veist. Hvað var þetta mörg ár eftir að Benjamin dó? Þetta var rétt rúmi ári eftir, þetta var held ég ágúst 2016 og En segðu mér einmitt með hinn börnin, Nikolás og Hrafnur, hvernig hafa þau svona tekist á við að hafa 8 bróður sem að nú farin og svo líða árin bara og eins og segja þess að það verið komin 10 ár og það verið alltaf svona lengur og lengra síðan að Benjamin var partur af ykkar lífi en auðvitað hann alltaf partur af ykkar lífi en hvernig svona fyrir krakka, þau eru unglingar þegar þau missa litla bróður sinn að svona að fara í gegnum þetta? Sko, þau einhvern veginn bara svo vel gerðið eitthvað. Við fengum hrós fyrir það, mér þykir ógeðslega vænt við það, bara við fórum á fund eitthvað mánuð eftir að Benjamin dó upp á spítala og einmitt bara til þess einhvern veginn að, þú veist, loka bara tímanum okkar þar líka og einmitt að, þú veist, leyfa krökkunum að tala og svona og þá sagði ég með tjúkan okkur við og hún sagði bara, þú veist, hún sagði ekki, þú veist, það er ótrúlegt hvernig börnin ykkar einhvern veginn að koma heil út úr þessu öllu og hún sagði, ég meina, öll þessi ár og Benjamin svo mikið veikur alltaf öll þessi ár og þau síðan fóru við held ég saman að hitta Vigfús prest, ég og krakkarnir, Björsson, við vorum öll saman það. Og þau séðan bara eftir það sögðu bara, mamma, þurfum eitthvað að fara þarna aftur, þú veist, ekki það, þau fíla Vigfús, það ekki það, Vigfús yndislegur, en það var bara, þú veist, þau sögðu bæði, þú veist, getum við ekki bara tala við ykkur ef við þurfum, þú veist, þurfum ekki endilega eitthvað að gera eitthvað, að fara upp á spítala að hitta prestin, sko. Síðan kemur þetta, þú veist, að finna leið fyrir börnin að syrgja á mismunandi hátt, bera virðingu fyrir því hvernig við syrgjum mismunandi hátt og vitum ekkert hvernig við eigum að syrgja þá á að geta syrgja á einhvern neitt hátt að Hrafnhildur mín til dæmis að ég vissi alltaf hún fór í langt bað alltaf svona alveg klukkutíma þú veist, bublubað og svona og spila alltaf lagi með Sam Smith hvað heitir að Lay Me Down þá vissi ég alveg, hún bara prívatmanneskja
þar var hún bara að syrgja í friði, sko. Og ég tók kannski bara púlsina, örugglega pabbi þeirra líka, að púlsina við reglulega án þess einhvern veginn overdoing it, sko. Og það alveg, þú veist, maður þarf einhvern veginn að bara fatta, ok, hvað, þú veist, hvað henda fyrir börnin mín, sko, þú veist, bara, þú veist, kom svona kannski bara, þú veist, hvernig þið að díla við, þú veist, sorgin með Benjamin, hvað gerið þið, þú veist, Nichols til dæmis, hann horfði kannski á vídeo með Benjamin og leiði sig bara að gráta og, þú veist, og ég menna Hrafnhildur tók böðin sín, þú veist, þetta, þú veist, þannig bara, þú veist, svo heldur lífið áfram og þú veist, og það auðvitað fóru þau í gegnum alls konar samskipti, þú veist, Nichols var með rosalega góðan þéttan vinahóp, sko, sem að þau eru allir verið saman hann í fótboltanum og svona, og hann þetta þarna öðru ári í Vestló, eða þú veist, að fara að byrja annað ári í Vestló og eitthvað og ég ákvað að taka þau með mig til Suður Afríku þannig í október, 5 mánuðum eftir að Benjamin deyr, ég var að fá ráðstöfnu, voru þar í hálfa mánuð og og það bara þau bara ennþá bara, þú veist, geggjuferð, sko, og þannig að þú veist, maður þarf einhvern veginn bara passa upp á, þú veist, að þau fái bara vera eins og eru, taka púlsun á þeim og og leyfa þeim að halda áfram. Hrafnhildur lenti í einhverju svona, eða þú veist, fengi heyra með þess að hallarslu setningar einhver vinkona sem það einhver tímann, einhver kunningi eða eitthvað, fór eitthvað, þú veist, tala einhverja frængu sem dó eða eitthvað sem hún aldrei átti verið í samskipti við einhver gömul frænga, skilju, og Hrafnhildur bara svona, þú veist, að því hún stelpur eiga kannski til að þessum aldrei að fara í voða mikið dramakost, sko. Hún kærði sig ekkit að, þú veist, hún hefur aldrei gert og hvort að tala mikið það. Hún búin að vinna á hjúkrunarheimili mörg ár og í mörg ár vissi enginn að hún hefði mist bróðið sinn, sko. Hún sagði sama á Benjamin og þú veist, báðu krakkarnir minni, þú veist, ég vil ekki láta trýta mig öðruvísi að þú veist, eitthvað svona, þú veist, ég bara eins og ég er bara hér, ég í þessu speysi og hún var alltaf flink að klippa til súrefnisgleru og það var alveg bara, það var svona bara, hvernig kann hún þetta litla skott eitthvað, 17 ára eitthvað, en þú veist, hún sagði bara, þú veist, hún sagði, ég nenni ekki svona eitthvað, þú veist, að fólk fara að trýta með þessu, þannig að, þú veist, þau bara, þú veist, hafa bara einhvern veginn, þú veist, þetta var þetta þeirra líf í næst í 12 ár, þú veist, frá því að hún 2 ára og hann 5 og þú veist, ég meina við áttum, þú veist, föstudagskvöld, geggju pítsukvöld upp á spítala, þau hlup út allt, þú veist, þessna Hrafnhildur mín ætlaði að fara í læknisfræði og fór í inntökuprófið og svona og nú hún 3 ára í hjúkrun og elskar að vinna með fólk og allt bara á hjúkrunarheimil með gamla fólki að hlusta einhverja sjómannaslagara bara þú veist, alveg algjör trökkur og Nikolás fór síðan eftir menntaskóla þá ákvað hann að fara að vinna og fór að vinna þú veist fór að vinna upp á geðdeild og hann var búin að vinna á lager og hann sagði bara hann sagði, mér langar svo að vinna með fólki eitthvað, þú veist, fór að vann upp á geðdeild í nokkur ár og núna að vinna í svona sérúrræði, heitir Klettaberg og búin að vera þar í mörg ár, fór svo að ferðast í 10 vikur einn Suðaustur Asíu og þannig hann tók sér frí í 1 ár og áður hann fór í háskólan sem var geggjuð hugmynd og svo ákvað hann að fara í sálfræði en ætlaði sko ekki að vera klínikar eins og foreldrar sínir. Já, þið eru bæði foreldrarnir. Já, við erum bæði sálfræðingar og við höfum búin með saman að stofu í mörg, alveg frá 2000, eitthvað slíkt 2001 og en hann kláraði BS í sálfræði og núna að taka bara 1 ár í íþróttasálfræði, hann hefur svo mikið áhuga því og svo langar hann með að fá löggildingu, sko, þú veist, en ég hef sagt við bæði börnum, það liggur ekkit á, þau eru 23 og 26, sko, þú veist. Þannig að þau eru bara að blómstra, en segðu mér maður bara í lokin núna þessi bók, Bréf til Benjamins, sem þú ert að safna fyrir útgáfunni inn á Karolína Fund. Hvers vegna ákveður að skrifa bókina Bréf til Benjamins? Ég bara byrjaði að skrifa fyrir 100 ára síðan bara í byrjun, þannig að því það var alltaf verið að ringja svo mikið. Það meina ég bara þegar hann veikist fyrst. Þannig ég var alltaf í símanum, byrjaði eitthvað að blogga bara, þú veist, bara til þess að, þú veist, ég gat ekki verið alltaf í símanum. Þau
það blogg eiginlega var ég bara samt Benjamin að skrifa, ég var að skrifa eitthvað í hans nafni, síðan fer ég að skrifa bara fyrir sjálfa mig, skrifa niður, þú veist, blóðu niðurstöður og bara hvað er verið að gera, bara til að muna, sko. Já. Og það síðan bara þróast yfir í að verða svona einhver samfelldu texti bara og og að því ég er svo hrifin af skriflegin svona úrvinnslu, þá var það bara mín leið að vinna úr öllu og og einhvern veginn reyna að lóta off, sko, að ég hef alltaf átt gott með að skrifa og þannig að einhver tíman sagði einhver við mig, ég man ekkert hver það var og ekkert hvað ár það var, bara akkur þú veist, bara reyna ekki að gera bara svona bókarhandrit út úr þessu og ég bara, góð hugmynd og var alltaf að fljúga mikið á milli Svíþjóðar og Íslands og fyrst átti þetta að heita sko konin í flugvélni, ég skrifa alltaf þegar ég var í flugi, en svo var ég 2017 og þá datt mér í huga að fara að labba upp í Grunnbúðir Everest með kunningakonu minni og einhverjum hóp. Já. Og þá svona á þeim göngutúr að þá dreymir mig Benjamin fyrstu nóttina minni í Kumbúdalum og og hann svona hraustur eitthvað og bara þú veist lítið svo vel út eitthvað svona og þá einhvern veginn svona kom niður með svona staðfesta bara ok, heyrðu, ég ætla bara að gera þetta og bókin að heita Bréf til Benjamins. 2 árum seinna kom þetta með kyndillinn log áfram. Að þegar 2 árum áður hann dó að þá var ég eitthvað að bera hann upp og upplifið svona sterklega hann er rétta bara einhvern kyndil til mín að eitthvað það er eitthvað point með þessa bók, ég veit það alveg veist, það er pointið einhvern veginn að þú veist enn og aftur, ég gerði kannski pínu mistök að það stendur þetta mannleg fræðslubók þetta er engin fræðslubók sko þetta er bara sagan okkar þú veist, ekkert meira, ekkert eitthvað svona hvernig á að gera hlutina ef einhver ætlar að lesa svona heldur að ég sé með einhverja lausnir og hvernig á að komast í gegn, nei, þetta er bara sagan okkar en ég held að margir hins og geti tekið eitthvað úr henni og sagt bara áhugavert, þú veist að Já, ég veit ekki, það er sko það sem ég hef lesið allavega í bókinni er bara, þú veist, auðvitað maður svona maður lærir, maður er alltaf að læra að meta lífið einhvern veginn og svo þegar maður les svona reynslu að þá það er svo eitthvað hollt held ég að setja sig í svona erfið spór og vera þakkláttur fyrir maður þurfi ekki að vera á þessum stað líka og lesum hvernig þú tekst á við það er bara líka einhvern veginn lærdómsríkt fyrir alla þú veist, og það er mjög sérstakt að lesa þessa bók eða það sem ég lesið af henni og ég hlakka til að lesa hann alla bara, því að það er eitthvað svona, þetta er óbúslega fallegt samband ykkar og maður er eitthvað svona hlýtt í hjartanu að lesa leiðara sorglegt og alla tilfinningarnar og maður bara... Það er líka margt fyndið trúðum mér. Það var alveg búið að strauja það úr ákveðnu útgáfa handriðsins og ég svona, þú veist, að því það var, Benjamin átti mjög gott, þú veist, það var hefur alltaf mikill húmor í fjölskyldinni, það var svona margt svona, þú veist, þetta er bara, það er kannski öll flórana, því það, þú veist, auðvitað, ég veit hún er sorgleg, og ég veit að líka einhvern veginn tekst mér að setja einhverja tilfinningar fram sem að, ég nota líka, ég býti rosa mikið eigin orð bara, að því að þú veist, sem að ég bara þarf einhvern veginn sem lýsir einhver tilfinningu að þú veist þetta er einhvern veginn bara þó hún sé sorgleg þá held ég fallegasta komment sem ég oft fengið einhvern veginn er að mér líður sem ég sé þarna og það er kannski, þú veist, að vekur upp eitthvað einhver tilfinningar og kannski það sem er pointið með þessu, ég veit það. Já, ég tengi við það. Okay. Þegar maður lesa og maður líður mér svolítið eins og maður sé inn í þessum aðstæðum og það er kunst að skrifa bókina þannig að lesandanum líði þannig. Þannig að þetta er greinilega velhefna hjá þér, það sem ég hef lesið hingað til. Takk fyrir það. Ég hef auðvitað hvet fólk til þess að styrkja svefnununa bara til að gulltryggja það að þessi bók komi út sem fyrst. Ég er búin að tala um börnum mín og eða nokkra, ég fekk allt í einu tíminn einmitt svona bara, þú veist, að bara fyrir nokkrum dögur síðan allt í einu hugsa bara, heyrðu, því ég hugsa bara, gefa þetta út þessu ári eitthvað svona, allt í einu bara, heyrðu, bara að gefa hann út á 10 ára dánar afmæli, það er hljóma fárulega en að dána til Benjamins og ég hugsa, er það eitthvað klikkað, hljómar það illa svo ég spurði vini mín og svo spurði ég son minn í gær ég sagði, hvernig finnst þið það? Hann bara, mamma, það er bollengjandi. Það er fullkomið. Þú veist, það er svona eins og einhver endurfæðing, þú veist, það hljómar eitthvað svona klísjulega, en já, þannig það er markmiðið, 1. maí 2025,
og svo bara gerur eitthvað annað á 15 ára og svo 20 ára og Ég held ég muni aldrei hætta að skrifa, láta kyndilinn loga. Já, ég er með fullt af stöffi síðan að þetta er bara byrjun á einhverju sem ég er búin að vita að ég er ágætt í að halda fyrirlestra og ég er ágætt í því að tala til fólks og ég held að þetta sé bara byrjun á síðan að því þegar ég var að halda einhver workshop eða eitthvað sem það stundum, þú veist, allt sem ég verið að gera, doktorsnámið, þetta bókin, þetta einhvern veginn er að sjóðast saman í eitthvað sem er einmitt kyndillinn sem ég á að halda áfram, sem er einhvers konar. En að lokum, má ég spyrja þig svona, sem foreldri í þessari sérstöku stöðu að missa barn á þennan hátt á þessum tíma, að er eitthvað sem að þið langar til að segja við Benjamin, þú veist, ef þú fengir 1 mínútu með honum í viðbót, er eitthvað sem þú myndir langa að vera að segja við hann? Púff. Ég held að ég myndi vilja segja við hann það sem hann sagði oft með augunum sem hún sagði svo þegar hann var eldri. Þetta verður allt í lagi. Eða jafnvel þetta er allt í lagi. Þú veist, að svona gefa honum staðfestu og því bara takk fyrir gullið mitt. Þannig að, þú veist, þetta er allt í lagi. Við erum ok. Ég held að það var, já. Ég myndi vilja segja honum það. Taka fast utanum hann og segja honum það. Eygló Guðmundsdóttir, ég þakka þér kærlega fyrir komuna og gangiði vel með bókina Bréf til Benjamins, kyndillinn logar áfram og ég aftur segi fólki að fara endilegin á Karolína Fund til þess að styðja verkefnið og gangiði þér allt í haginn.